Góðan daginn allsumul og verið hjartalega velkomin hingað til okkar á kynningafund á málefnum skemmtiferðaskipa sem hluta af íslenska ferðaþjónustu. Við erum stödd hér í Grósku en á jafnframt þá eru í streymi dágóður fjöldi þáttakanda, vel á 4. ef ekki 5. tug gesta. Þannig að við erum öll sömul hjartalega velkomin. Ég heiti Arnar Már Ólafsson og er ferðamálastjóri og ég mun stýra þessum fundi og þetta fer þannig fram hjá okkur að hér eftir mér þá koma 2 erindi, svo gerum við kaffihlé 10 mínútur og svo í kjölfarið önnur 2 og við ætlum við stefnum að fyrir að ljúka þessu í dag klukkan 4. Nú eins og við öll þekkjum þá hafa málefni skemmtiferðaskipa verið brennandi í sumar, ferðaþjónustu almennt og ekki síst skemmtiferðaskipa. Það sem hefur eins vegar á tíðum einkennt umræðuna er skortur á gögnum, skortur á þekkingu, skortur á niðurstöðum kannana og við munum ekki svara öllum spurningum hér í dag langt í frá en hins vegar þá munu hér vera settar fram upplýsingar sem við höfum ekki séð áður og eru með fróðleg gögn sem svona vísir af upplýstari umræðu heldur en hefur verið á tíðum hingað til. Þórný Barðardóttir frá Rannsóknarmiðstöð ferðamála, hún mun ríða vaðið og fjalla útgjöld farþega skemmtiferðaskipa í Reykjavíkurhöfn í landi og þetta eru niðurstöður könnunar sem var gerðar núna í sumar. Jóhann Viðar Ívarsson frá Ferðamálastofu, hann mun fjalla tekjur lykilaðila af þjónustu við skemmtiferðaskip og þar á eftir gerum við hlé. Við munum hafa svigrúm fyrir spurningar eftir hvert erindi í örfáa mínútur, kannski 5 mínútur eða svo. Eftir kaffihlé þá kemur Eyrún Jenný Bjarnadóttir frá RMF og mun fjalla upplifun og viðhorf heimamanna til skemmtiferðaskipa á Akureyri, Ísafirði og í Reykjavík og þetta er könnun sem var gerð núna sumarið 2023. Og svo í lokin þá er það svokallaði bleiki fíllinn í stofunni, mengun af skemmtiferðaskipum í íslenskri landhelgi, Þorsteinn Aðalsteinsson frá Hagstofu Íslands. Þetta verður sirka bara svona hjá okkur og svona til þess að hafa aðeins meiri tíma fyrir spurningar þá ætla ég að stytta mál mitt sem allra mest, bjóða bara strax velkomin á sviðið, þannig að Þórný Barðardóttir, gjörðu svo vel. Já, komið í sæl, takk Arnar fyrir kynninguna. Ég er sem sagt Þórný og er Barðardóttir og starfa hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Og ég ætla að segja ykkur frá þessari könnun sem var gerð meðal farþegaskemmtiferðaskipa hérna við Reykjavíkurhöfn í sumar. Þetta var unnið fyrir Faxaflóahafnir en að svona undirlagi Ferðamálastofu. Og forsendan er náttúrulega þessi mikli vöxtur sem hefur verið í komu skemmtiferðaskipa undanfarin ár. Þetta kraðak hér sýnir okkur komur skipa, hvernig þau skiptast í annars vegar sem við köllum bara svona stór skemmtiferðaskip sem eru svona ljósblásúlur og svo minni leiðangursskip sem eru litlu súlurnar og við sjáum hvernig þessi þróun hefur verið á þessum tímabili frá 2012 og allt þangað til í sumar. Það var þessi gríðarlegi vöxtur í komu þessir minni skipa, svo kemur COVID en svo núna síðustu 2 ár þá hefur, fyrirgefið þið, ég fór frá hljóðrimannum, þá hefur aftur orðið vöxtur í þessum stærri skipum. Örstutt könnunina, hún var sem sagt framkvæmd hér í Reykjavík. Við vorum með bara spurningalista á pappír, fórum að hittum skemmtiskipafarþegana niður á Miðbakka og niður við Sundahöfn. Og fengu þá til þess að svara þessu spurningalista og hann var að hluta til í rauninni framhald af könnunum sem við hefum verið með á Norðurlandi 2018 og 2019 þar sem við vorum með spurningakannanir annars vegar á Akureyri og hins vegar á Siglufirði og Húsavík en listin í ár var aðeins endurskoðaður í samvinnu við Ferðamálastofu og Faxaflóahafnir. Ef við hendum okkur bara í niðurstöðunar að þá eru þetta upplýsingar svarendur samantekið og ég má ekki fara frá þessu borði sem er náttúrulega algjörlega glatað en
þið sjáu þetta hvernig kynin skiptast, konur eru fleiri en karlar sem nú bara það sem gerist yfirleitt í svona spurningakönnunum. Við sjáum að þetta fullorðið fólk, meðalaldurinn var rétt tæp 61 ár. 3 lönd telja 75% farþegana. Það eru Bandaríkin, Bretland og Þýskaland sem eru með 25% hvert og svo eru önnur lönd, önnur 25%. Og í könnuninni náðum við til 40% svokallaðra skiptifarþega og það eru þeir sem koma til landsins með flugi eða fara frá landinu með flugi eða hvoru tveggja í tengsli við siglinguna, sem sagt annarkvort hefja eða ljúka skemmtisiglingunni hérlendis. Og það var ein meginforsenda þessara könnunar, það var að sjá hvort það væri einhver munur og hver hann þá væri á ferðahegðun og útgjöldum skiptifarþega annars vegar og almennra skipafarþega hins vegar. Og við sem sagt náðum 40% svörun frá skiptifarþegunum, það er ekki alveg þekkt hvert hlutfallið talaði svona 25 til 40% þessara farþega gisti ekki, sem sagt komi bara beint eða fari beint frá landinu þegar þau fara eða koma í flugið. Og okkar niðurstöður sögðu sem sagt, hvað sagði ég, 40%. Fyrirgefið, ég komið fram úr mér. Það er þriðjungur skiptifarþega í könnun, 60% þeirra gistu. Haldið utan með það, yes. Og svo sjáum við hvernig þeir ferðast, þeir eru aðalega í pörum því að það er eiginlega bara, það þarf lítið að ræða annað. Það er pör eða aðrir ættingjar sem að ráða svona helstu ferðafélaga. Og hérna kemur þetta, við sjáum þetta hér. Það eru aðeins fleiri í þessari könnun sem fóru frá landinu með flugi, heldur en komu til landsins með flugi, en aftur þetta þekkjum við ekki alveg í heildar, þið veitir, í tíðinu. En þetta niðurstaðan hjá okkur og þarna sjáum við að það eru skiptifarþegar eru 40% þeirra sem að, 33% þeirra sem svörðu könnuninni. Og þar af 40% sem að fóru beint. Og við kalla það á annars vegar það sem eftir köllum við á gistifarþega, það er að segja þeir sem gista á Íslandi í tengslum við komuna og hins vegar aðrir skiptifarþegar. Við spurðum af hverju eru þeir á Íslandi, allir heldur af hverju eru þeir í þessari siglingaleið og þá er það bara heildar áætlun skipana. Það er að segja hvert þessi skip að fara sér réðu mestu, við koma á Íslandi réðu þar næst mestu. Og það voru einungis 17% sem voru í sinni fyrstu skemmtisiglingu. Restin, 83%, höfðu farið áður í skemmtiskipaferðalag. Hvað gerið í landi, spurðum við. Og við sjáum að rútuferð út úr bænum svona það sem að rúm 50% gera og annars það ganga án leiðsagnar einfaldlega í borginni. Skutla í miðborg, Faxaflóahafnir býður upp á svona City Shuttle frá Sundahöfn niður til miðborgarinnar og þar hafi stór hluti nýtt sér. Og annars sjáum við að það eru rútuferð bæinn og svo Heilsulind og Lón. Og svo þarna nokkur hluti sem að segir annað og það svörin sem þau gáfu, opin svör, sýnum við þarna í orðaskýi. Og það bara taxi, sem menn leigja sér bara taka leigubíl og hann býr til einhverja ferð fyrir fólkið og annars vegar það bara shopping og svo þessir staðir sem að fólk nefnir. Sem að koma þá, sem fólk telur ekki til göngu miðbæinn. Og svo spyrum við, keyptuð þið afþreyingu í landi? Og við sjáum að það eru nærri 70% sem segja já við því. Og við spyrum líka hvar keyptuð þið þetta? Og við sjáum að þar eru flestir sem kaupa af skipafélagi en þó eru rúm 30% sem hafa keypt á vef ferðaþjónustuaðila. Það er að segja að það eru kaup sem að eiga sér stað beint frá ferðaþjónustuaðila. En svo líka þó nokkur hluti það sem segir innifalið í siglingunni.
þar að segja að þessi ferð sem var farin á Íslandi ekki keypt sérstaklega heldur bara þeir eru á Íslandi og inn í því var ferð á einhver tiltekinn stað. Svo spurðum við þessa fáu sem sögðu nei, eða þessi rúmið 30%, hvers vegna keyptuðu ekki ferð. Og þá það, við gáum þessa valkosti og það sko vildi vera einn og afþreying og dýr, það sem flestir svöruðu. Fyrir utan að annað var í rauninni, við náðum ekki að fanga með þessum valkostum, náðum ekki að fanga hvað það var sem gerði að fólk keypti ekki siglingu. Og þið sjáu það þannig orðaský upp í horninu að það var tímaskortur og uppbókanir eða uppbókanir eða afbókanir af ferðum og svo vildu stýra eigin ferðalagi sem ekkert endilega alveg það sama og að vilja vera einn, skiljið, menn vildu bara hafa stjórn á því hvað þið gerðu, sem var í rauninni líka stór þáttur. Þá komum við útgjöldunum, það voru 8 útgjaldaflokkar, það gisting sem á það náttúrulega við skiptið farþegana, veitingar, afþreying, samgöngur, menning, minjagripir, verslun og annað. Og þetta eru svona hefðbundnir útgjaldaflokkar, við höfum notað þetta líka í könnunum meðal landferðamanna og við sjáum að meðaltali allra þeirra sem svöruðu útgjaldahluta könnuninnar, ég hef nú kannski átt að segja það fyrirgefið, þetta voru 806 gild svör farþega í könnuninni og þar af svöruðu 48% útgjaldahluta könnunarinnar. Heildarútgjöldin eru 44.717 krónur að meðaltali á farþega og þarna sjáu þið hvernig þau skiptast. Svo tókum við þetta og skoðuðum skipafarþega annars vegar og skiptifarþega hins vegar og við sjáum að það gríðarlegur munur þar á sem að skýrist þá að gistingunni og veitingunum. Og í raun eini flokkurinn sem að skipafarþegarnir eru hærri í afþreyingin, annars eru þeir lægri svona eitthvað lægri í öllum flokkum. Og svo tókum við þetta niður, og þetta eru orðin fáir einstaklega, það verður að hafa það í huga, þetta eru fá svör sem eru hérna bakvið, en gistifarþegarnir eru þá að skila tæplega 100.000 krónum, þeir gista að meðaltali í 2,5 tón nætur. Þar ef við viljum fá þetta niður á sólarhringsútgjöld eins og við gerum yfirleitt í þessum könnunum sem við höfum verið með landferðamanna, þá erum við að taka þetta niður á sólarhringsútgjöld. Þetta hér á 2,5 tón sólarhringa, en aðrir skiptifarþegar eru þá í rauninni mjög sambærilegir við, þetta náttúrulega eiginlega alveg glatað sko, við skipafarþega, við almenna skipafarþega. Sjáum við það munar ekki öllu þar á, en það ekki alveg sömu útgjaldaflokkar sem eru hæstir á milli þeirra. Svo bárum við þetta saman við kannanirnar sem við gerðum á Akureyri, Siglufirði og Húsavík. Þetta eru framreiknaðar tölur og hér berum við bara, þetta almenni skipafarþegar í Reykjavík og svo á stöðunum og þið sjáuð hvað þetta eru gríðarlega mismunandi upphæðir. Og við sjáum að það af því að þátttaka í ferðum svo mikil að þá skiptir bara svo miklu máli verðið á aðalafþreyingu. Aðalafþreying á hverjum móttökustað há eða lág í rauninni. Og til dæmis á Siglufirði eru það söfnin sem aðalafþreyingin og enda sjáum við að það Siglufjörður sýnir hæstu útgjöld allra staðana í menningu, söfn og menning, en miklu lægra í öðrum þáttum. Nema í, var ekki verslun? Skiptir ekki. En svo til dæmis, og það náttúrulega það sem gerist í svona könnunum. Við vorum til dæmis með á Akureyri fólk sem hafði farið í þyrluferðir og útsýnisflug sem við vitum að rándýr afþreying og að hluta í þessum niðurstöðum frá Reykjavík flestir að fara kannski einhverja ákveðna hring sem kostar eitthvað X, en svo eru nokkrir sem að kaupa sér mjög dýra afþreyingu og hækka þar með meðaltali.
En þessir sem að sögðust hafa gert það á Akureyri hefðu svo ekki fyllt út útgjaldahlutann, sem þýðir að þeir eru ekki með í meðal útgjöldunum á Akureyri. Þið veit, sem hefur það áhrif á, og það er það sem að gerist í svona könnunum, að við erum að missa, við vitum það, við erum að missa svör, við erum með svör hér, það sem er fyllt út samviskusamlega í alla flokka, en svo setja mann ekki fjöldan, það þarf að vera fjöldi þeirra sem að útgjöldin eiga við svo við getum fengið það niður á einstaklinga. Þannig að það er svona annmarkarnir og er svona svolítið grátlegt stundum í svona löguði. En þetta er bara líka til þess að sýna að við erum með 306 farþega sem komið til Reykjavíkur í sumar, 306.000. Landtökur í íslenskum höfnum eru rétt tæp 960.000 cirka, sem sagt, þið vitið, komur inn í íslenskar hafnir, sama fólki þá að fara með alltaf 3 sinnum, eða þið vitið, gera landtöku í 3 höfnum, en það er mjög misjafnt milli hafnanna hversu mikil útgjöldin verða. En svo er líka mikilvægt að benda á að þetta er það sem að farþegarnir eru að greiða við borðið, þetta er ekki það sem er svo inn í þessum öllum þessum efnahagslegu áhrifum sem eru þar á bakvið sem að Jóhann með svo fara betur yfir og eftir. Sigla út úr útgjöldunum, bara rétt til að klára. Spurðum telur útgjöldin í Reykjavík hærri eða lægri en útgjöld annars vegar í öðrum höfnum á Íslandi sem eru dökkbláu súlurnar eða sem sagt í öðrum höfnum á siglingaleiðinni sem eru þá ljósbláu. Og þið sjáu að flestir telja þau sambærileg. Hins vegar er þetta að það var réttur helmingur sem svaraði þessari spurningu og við vitum auðvitað ekki við vitum að mjög mörg skipin byrja í Reykjavík, þannig við vitum ekki hvað margir hafa í raun samanburð við aðrar hafnir á Íslandi og náttúrulega alls ekki þeir sem eru að hefja siglingu á Íslandi hafa náttúrulega ekki möguleika á því að svara þessari spurningu. En það er ekki þannig að Ísland komi illa út í þessum samanburði. Eða Reykjavík kom illa út hér. Við spurðum hvort menn hefðu komið áður til Íslands og þið sjáu að það er innan við 20% sem hefur komið áður og þetta er ekki algjörlega rétt af því að þessi súla þarna á alls ekki sína 60% af því að þetta er í rauninni bara þessi 18% sem að sögðist hafa komið áður en við spurðum hvernig komstu þá og þá hafðu flestir komið áður á siglingu. Það er að segja að þetta var endurtekin sigling til Íslands í flestum tilfellum. Og þetta skiptir svona nokkurn veginn í mér var nokkuð sammála, við spurðum hvort menn hugsuðu sér að koma aftur, ég veit ekki hvað ég ætla að orða þetta, við rauninni spurðum ekki, allar að koma aftur til Íslands, já og nei, heldur vorum við bara með 3 í rauninni valmöguleika til þess að svara. Ef við kemum aftur til Íslands þá líklegast að komið með skemmtiferðaskipi, flugi eða bæði og þá er svolítið athyglisvert að flestir segja flugi af því að við sjáum að þetta eru svolítið repeat cruisers. Það hafa fáir komið áður, fáir eru í fyrstu siglingu, fáir hafa komið til Íslands áður með flugi en komið þeir aftur þá sjá þeir fyrir sér að koma með flugi og fæstir í rauninni telja líklegt að þeir kæmu í svona samblandi sem skiptifarþegar þá sem annaðhvort fljúga eða sigla, koma eða fara með siglingunni. Bara aðeinslega vekja ykkur ábúðslega brussulegi litir sé ég, fyrirgefið þið hvernig þetta kemur út á skjánum hér, en þetta er allavega mikil ánægja, við erum mjög ánægja með þessa heimsókn og það hefur verið í öllum þessum könnunum, það hefur verið gríðarlega ánægja meðal farþega á öllum stöðunum. Svo spyrjum við hversu líklegir menn eru til að mæla með og þá gefur þessi niðurstaða MPS score upp á +45 sem er aðeins lægra heldur en Akureyri og með sambærilegt við Húsavík og í öllum tilfellum eru þessar tölur dálítið lægri heldur en svona viðmið íslenska ferðaþjónustu sem er +75 en það skýrist náttúrulega mest af hlutlausum frekar heldur en að séu mjög margir sem eru mjög letjandi skiljiði sem eru líklegir til þess að mæla gegn heimsókn til Íslands. Og svo bara í lokin vorum við með opnar spurningar annars vegar hápunkt heimsóknar og eins og þið sjáið þá sjáið þið líka hér hvert fólk fara að fara
þetta Gullfoss, Geysir og hérna, eða Gullni hringurinn öllu heldur. Það var ekkert mikið talað eða Þingvelli kom ekki mikið fram, en hins vegar var töluvert talað sko flekaskilin. Það virtist hafa lifað betur heldur en Þingvelli sem slíkir. Og svo þetta mikið fossar. Annarkvort Gullfoss eða Waterfalls eða Waterfall eða hvað það og svo böðin, sérstaklega var Blue Lagoon og svo Sky Lagoon líka og önnur böð og dálítið mikið bara lagún. Og svo voru það opnar athugasemdir og þá svona kannski þetta bara summa það upp í beautiful but expensive. Það í rauninni það sem kom helst fram. Ég flokkaði þessar opnu spurningar og þið sjáu að það voru sko 60% þar sem var bara hrós, alls konar í rauninni hrósum hvað borgin væri hrein, hvað fólki væri vingjarnlegt og allir kurteisir og hjálpsamir og skemmtilegt. Og svo voru ummæli að vildi endilega koma aftur, önnur ummæli að það hefði verið stutt, þið veitir stoppið hefði verið of stutt, á þess að menn nefndu að þeir ætluðu þá endilega að koma aftur samt. Og svo voru alls svona skemmtilegar athugasemdir bara, þú veist, ég komið áður og það meiri umferð núna eða eitthvað í þeim dúr. Og svo var dálítið umkvartanir, bara, þú veist, og sem eru þá líka ráðleggingar og umkvartanir eru þá tveir flokkar sem skortur á skiltum var þar mjög áberandi og svona það sem betur mætti fara í borginni að því að fólki fannst. Og svo bara að lokum að þá bara langar okkur að nefna þetta, þú veist, með þessum stigvaxandi fjölda skiptifarþega þá kannski alveg ástæða til þess að velta fyrir sig hvernig við náum til þeirra. Þessi könnun í grunninn brottfarakönnun. Hún sem sagt í rauninni miðuð út frá því að skipin sé að stoppa kannski 6-8 tíma, þau fari á tilteknu tíma, við komum okkur fyrir niður á höfn, kannski 2,5 tíma áður og náum fólkinu þegar það að fara borð. En það gekk mjög vel í Reykjavík að gera það. En skiptifarþegarnir sem ýmist koma með flugi, sumir koma beint og þetta til dæmis röð sem myndaðist þegar fólk bíða eftir að komast í vegabréfsskoðun sem koma í rauninni beint frá Keflavík og fara borð í skipin. En aðrir skiptifarþegar stoppa eftir og það vitanlega ekki haldið utan það og spurningin hvernig náum við betur til þessara skiptifarþegana, hvort það væri hugsanlega hægt að fanga þá bara með landamærakönnunum í Leifsstöð, að gera ráð fyrir þeim í brottfarakönnunum þar, þá allavega næðum við þeim sem að fara með fluginu. En allavega er full ástæða til þess að reyna að ná betur utan hvað þeir gera svo í landi sem ekki endilega í tengsli við siglinguna per se á meðan þeir eru landferðamenn, af því vitanlega eru þeir landferðamenn þangað til að ganga borð í skipið, þannig séð. Og svo líka bara eins og við sáum á útgjaldaspurningunum áðan að þá kannski full ástæða til þess að skoða þetta, vera með kannanir í fleiri höfnum af því að þær eru víða landið. Þessar móttökustöðvar skemmtiferðaskipa. Þarf ég að tala í 5 mínútur í viðbót? Nei, það er guðslof. Af því að ég eiginlega bara hætt. Takk kærlega fyrir þetta, Þórný. Ég vildi þá opna fyrir spurningar og svör. Já. Gjörðu svo vel. Það væri ágætt að þið myndi kynna ykkur, svo ég geti líka endurtekið fyrir það sem í streymi spurninguna síðan. Sælum Björnsson, takk fyrir þetta. Ég heiti Helgi og starfa hjá Iceland Travel. Sæl. Nokkrar spurningar varðandi útgjöldin. Já. Þú sagði þetta eru svona sólarhringsútgjöld. Já. Nei. Ég sagði að yfirleitt í land, byrjuðu hvað með þetta? Já, ég hef ekki verið með fyrirgefið hvað þetta grátt. Ég ætlaði nú að vera með eina sem að sýndi þetta allt saman. En þið sjáu þetta vonandi, það ekki? Já. Ég sagði að þetta í dvölinni. Þetta sem sagt þá í 2,5 tálnætur sem að þessi útgjöld eru. En þegar við erum að vinna, bara takk fyrir þessu spurningu, því að þegar við erum að vinna þessar kannanir með landferðamanna og erum að skoða útgjöldin þar, þá reiknum við það niður á sólarhringa. Þetta er 2,5 tán. Ok.
Þannig að það bara þetta... Það bara deila með tveimur. Deila með því? Já. Ok, og þá velti ég fyrir mig sem sagt varðandi afþreyinguna. Já. Vegna þess að það búið með 2 tegundir þarna sem eru tilgreindar. Það sem sagt annars vegar fólk sem er í siglingu þar sem afþreying er inni. Já. Og annars vegar fólk sem kaupir eða skipi. Já. Náttúrulega augljóst að afþreying innifalinn er ómögulegt að merkja hver hún er. En þeir sem kaupa á skipinu, myndur þú telja að þessar afþreyingatölur tækir mið af þeim útgjöldum eða þetta væri bara fyrir utan? Ég myndi segja að þetta sé meðaltal af því. Þetta er meðaltal af því sem fólk kaupir upp á, af því að við vorum með fjölvalsspurningu. Menn geta merkt við, ég meina hérna, ef þú ert lengi þá getur þú keypt í rauninni bæði af skipinu og svo af landi, þannig að við höfum ekki möguleika á að greina það sjálf í þessari könnun hvað hefur verið keypt af skipinu, hvað hefur verið keypt af landi. En hins vegar fórum við yfir svörin, af því við spyrjum líka, keyptirðu afþreyingu? Ef menn sögðu já við því og settu svo 0 í útgjöldin, einmitt, af því að menn vita það ekki eða hefur verið keypt, þá tókum við þau svör út. Við leiðréttum fyrir þeim svörum, þannig að þau 0 væri ekki að taka niður upp meðaltali. Svo bara lókum, alls ekki spurningaflóðið, en hérna þú tekur líka fram að þið náðu illa utan aðra eðistu heldur en þá sem er í kring og siglinguna sjálfa, þá dagar sem siglt er. Og þannig að má alveg gera ráð fyrir því að allt sem að öll útgjöld dagana fyrir eða eftir siglingu eða dvali í landi að þau séu fyrir utan henni? Ekki fyrir. Ég myndi segja að þeir sem voru fyrir geta svarað því, en þeir sem eiga eftir, skilur mig, þeir sem að ætla seinna, við náum þeim ekki hér, ekki nema það sem er búið að fyrirfram bóka og slúið, það er eiginlega að segja sig nokkuð sjálft, sko. En það er alveg augljóst, sko, flestir eru 1, sem 2, svo sem hafa lengst minni með 11 daga, en þá eru líka öll útgjaldi við til bíllegubílinn, maturinn og allt það sem að í rauninni styður það. Þannig að það eru útgjöld í landi klárlega sem að eru hér, sem eru utan við það sem að fólk geti gert á einu sólarhring, segja. Takk. Bjarni Hlasdóttir. Já, takk fyrir. Ég hef líka með spurningar, já, takk kærlega fyrir þessa mjög svo áhugaverðu kynningu. En ég var líka að velta fyrir mig varandi útgjöldin og ég var að rauninni með sömu pælingu eins og að Helgi varandi hverju væri búið að eyða eða hvað væri búið að kaupa áður, hvort að það kæmi að inn. En svo vakti líka athygli mína þessi rosalegu munur sem er á milli hafna. Já. Hafið eitthvað velt fyrir ykkur ástæðum fyrir því? Já. Já. Okay. Við skoðum þetta náttúrulega á sínum tíma. Þú veist, við gerðum samanburð á þessum höfnum árið þarna 2019. Þá vorum við með Akureyri sem við þessar 2 minni hafnir og það var í rauninni það sem okkur langaði að fanga. Við erum með eina mjög stóra og svona við vantum íslenska orðið, umfangsmikla höfn og svo erum við með 2 höfnir sem taka í rauninni eingöngu á móti í leiðangursskipum en þau eru að koma þangað í vaxandi mæli og við það er í rauninni dýrasta afþreyingin og sem að, nei ekki dýrasta heldur, svo sem er mest keypt, sem að skiptir mestu máli hérna, af því að það er, og með fyrir ekki það hérna, og við sjáum að það skýrist af þeirri og líka stoppinu, þau eru mjög stutt á Siglufirði, gríðarlega stutt, þau eru einhvern veginn sniðin í kringum þessar heimsóknir á svefnin, þannig að í rauninni skiptir það mestu máli og eins og ég var að segja, við vitum á útgjöldum, sérstaklega á Akureyri, þess að bara því miður skiluðu sér ekki inn dýrir póstar og það var minna það á þessum 2 stöðum, hvort sem það er af því að það sé ekki boðið á stöðunum eða menn nýttu það ekki. En það er lengri dvöl annars vegar, dýrari afþreying, getur verið að sé framboð afþreyingu? Sko bara mjög líklega en að því, alveg klárlega, en líka að það hefur bara rosalega margt gerst því að þetta er gömul tíðindi, skilur við bara líka ef við miðar við fyrstu glæruna, að þá er þetta, maður þarf svolítið að halda þessari þekkingu við, sko, og fylgjast með púlsinu sem er í ferðarþjónustunni og hvernig hún er að í rauninni svara þessum komum inn á stöðan, ef að það svarar. Já, það var að lokum umfangið á skiptifarþegunum, það var komið eitthvað fram það. Já, það er sko varf veitum við, í hver áttin er ég að fara, krakkar? Ja. Það var 50-50 sko. Já, en við veitum ekki hversu lengi þetta dvelja þetta. Hversu margar nætur? Nei, ekki tíðið, nei. Og í rauninni er ekki haldið
skilur sumir koma fyrir, aðrir fara fyrir og það í raun ekki haldið utan það. Við vitum ekki hvort það að gista 1 eða 5 nætur. Nei, því miður sko, þannig að, já. Pétur. Já, Pétur Olsson, Hafnarsmiður Akureyri. Þú setur aftur upp eyðslutökurnar. Já. Þessa aðal eða samanburðin við Hafnir? Já, þetta svona frekar, ég held að sé ekki gáðast að setja í samhengi vegna þess að það mikið breyst eins og það nefndi. Já. Samsetning farþega í dag allt önnur heldur var 2018. Nákvæmlega, og við vitum það, sko. Þannig að í raun þessa tölur þarna eru langt frá lagi í dag. Já, og ég trúi þér algjörlega hvað það varðar. Samsetning bara Amerikana núna, þessu fyrir 5 ára síðan, þetta er allt annað. Já, og þess vegna segja, þú veist, það mjög mikilvægt að halda þessu við, en til þess að vera ekki eins og þegar við gerðum könnuninn á Akureyri 2018, þá var hún svolítið í lausu lofti, það var ekki veggur að hendinu uppa. Þetta í raun kannski að skásta sem við höfum núna, en í fullkomnum heimi væri við náttúrulega endurtaka þessar kannanir til þess að fylgjast með hvernig landferðamennskan að svara þessum komum, skiljiði. Þannig að ég að fullyrða sko að þörfurnar fyrir aðrar hafnir slaga í Reykjavík. Í öllum öðrum höfnum. Já, í stóru, en ef við erum að velta fyrir okkur svona inn á alla staðina, þá væri mjög gott að gera ráð fyrir því að sé þessi sveigjanleiki og þessi mismunur í útgjöldum á stöðunum. Og við vitum náttúrulega líka að skiptifarþegarnir, þeir skila sér eingöngu í Reykjavík og ef að stoppið 2,5 nætur að þá ekki langur tími sem þeir hafa, þið vitið, þá verða áhrifin hér, þá bæði fjárhagsleg, efnahagsleg og svo náttúrulega bara átróningurinn eða svoleiðis, fjöldin þá hér líka á með. Gunnar Birgisson, þú varst þessur? Já, Gunnar Afrindi hjá Atlandi. Mér langar líka að taka fyrir þessar könnun og þessi mjög mikilvægt fyrir okkur öll að fá sem bestar upplýsingar þennan markað eins og aðra í sem við ferðarþjónustuna og þess að hún nefndir á að líka var það hvort að það væri kannski í framtíðin að gera þetta en þessu öðruvísi til þess að ná betur. Ég langar bara að spyrja svona út frá bara tæknilegum fórsöndum. Þessi könnun sem við gerum núna, hún þá svona, þá að segja, hún markað við svona þessar fórsöndur sem eru... Sko, við í rauninni höfum við ekki einu svona fórsöndur til þess að vita þetta á meðan við vitum þetta lítið þýðið. Skilur, við vitum þetta lítið sko, í rauninni skiptifarþegana, hlutfall þeirra og hvað stoppa mikið í landi, að þá getum við rauninni ekki sagt það, en ég held að með fullri vissu þá séu þetta skástu upplýsingar sem við höfum í bili það. Og við þurfum einhvers staðar að byrja. En það væri mjög gaman að endurtaka hann alltaf að sjá. Þá fyrst erum við farin að tala. Það sem ég langar kannski til að koma með þessum endursamlega, þú nefndir sko að hluti af farþegunum með ferðir innifalda, kaupaðar innifalda. Og það er því að mjög mikilvægt að hafa það í huga að þessir gestir, þetta yfir mjög ofta á þeim dýrustu skipunum og farþegarnir sem að borga mest fyrir siglinguna. En þegar þeir kaupa ferðirnar og það innifalda, þá skipið að kaupa það aðalinn í landi. Og það þess vegna sem að... Þannig að það raunverulega, þessir farþegar að skila líka tekjum þó að þeir raunverulega viti ekki nákvæmlega hvað... Akkurat, og við sjáum það í þessum könnunum og það sama var á Akureyri á sínum tíma. En þá það spurningamerki eða veit ekki eða eitthvað í þeim dúr, en það eru núllin sem við tökum líka út. Þetta raunverulega vandaldar tekjum þá raunverulega. Já, en þær eru ekki með til þess að þær lækka ekki meðaltalið samt. En þá vandar þá háar upphæðir, ég skil hvað áttu við, en þær eru ekki þarna inni til þess að setja inn 0 og lækka þar með meðaltalið, sko. En okkur vandar það að hækka. Ég ætla að loka þess á hérna, það eru sko hellingur á höndum og lofti og klukkan orðin, en við sem ná 2-3 viðbót og hafa þetta stutt. En Hjalti, hvað segirðu? Já, ég ætla bara að segja að það er Siglufjörð. Já. Það lítur að vera sko líka samhengi milli lengd í höfn. Akkurat. Og Akureyri, sko eins og Siglufjörður, þá voru þau stoppaði sko miklu stittir, þannig að skemmur. 2-3 tíma á móti 8 tímum þarna. Þannig að þá getur þeir sko meðaltalið, það var það 4 skallinn pluss 14 skallinn sem ætti að vera fyrir daginn. Já, en ekki fyrir Siglufjörð. Ef ég að hugsa þetta út frá staðnum Siglufirði, hvað hann að fá frá komum skemmtiferðarskipi, já, en það í rauninni,
sko, það kannski ekki, ef við erum að hugsa þetta út frá svona destination pælingum, að þá fer að verða áhugavert hvað skilja þau eftir á hverjum stað. En bara þannig deilt í tíma í höfn? Já. En þá veitum við líka að þau skilja líka eitthvað eftir sig á Djúpavogi og svo framvegis, sko. Það snýst ekki það, heldur bara til að setja þetta einhvern veginn í einhvern samanburð, skilur, svo við höfum einhvern vegg að kasta þessum tölum upp að, sko. Gunnar? Bara stutt. Já. Sko, akkurat þetta, athugasemdir sem kom áðan, hvort þetta væri breyting í tíma, þú fer aftur í Glæfrasjóðan? Já. Hvort að þetta hafi raun og verið breyst kannski í tíma. Já, bara ekki spurning. Væri hægt að fá alltaf inn í skýrsluna, þú sér ekki að hér var ekki gerð könnun fyrir Reykjavík líka á þessum tíma, 2018-19, sem við getum haft inn í þessum samanburð, hvort að... Ertu að meina frá GP Wild? Já. Ég hef ekki aðgang að henni. Eða hef ekki fengið hana. En það mætti gera það. Það mætti gera það. Það er fróðilegt að sjá þann samanburð líka. Hvort að það sé... Einmitt, af því að það er allt önnur aðferðafræði, sko. Okkur sem takast að auka frambúði, sko. Má kannski bæta í, sko, hvernig frá GP Wild til frá Reykjavík? Já, þannig að það væri gaman að fá hana þá til samanburða líka. Af því, einmitt, eins og við segjum, við erum einhvern veginn að reyna að búa okkur til eitthvað þannig í gegn, sko. Ein stutti viðbót fyrir næsta erindi var Geir. Sigurður. Já. Valgeir Bergson og Barbi farangurstjónustu komum aðeins að skipulaðar afþreyingu og verðist vera svona vaxtarmöðuleik í það þegar margir veginn að kaupa sér með afþreyingu. Já. Já, fyrir þessi skipulað afþreying. Já. Margir sem ekki að kaupa sér skipulað afþreyingu. Já. Mikið vaxtarflóttur. Svo sem bara keypt á Hafnarbakka rosalega fáið sem gera það. Já. Búist þið því að þegar það kemur betri innviðir á Hafnarbakkanum og það getur aukist, það að segja betri... Ég veit ekki hvort að, sko, þessi könnun, er einhver hér í salnum sem að treysti sér til að svara, sko, ég raun ekki út frá þessari könnun, gæti ég það ekki og ég bara þekki það ekki. Bara til þess að vera algjörlega hreinskilin, en þetta er hins vegar hærra hlutfall af þeir sem keyptu beint af þjónustaðurum heldur en ég hefði kannski endilega búist við. Heyrðu, af því þetta erst þú. Ég ætla að hleypa þér að. Hvað segirðu? Já, ég ætla bara að segja eins og það lokum eftir að hljóta fyrir kynningu. Eins og ég var að benda á að sko, það er svo margt sem við vissum ekki á. Við verðum að sjá það í þýljósu að núna vitum við mjög mikið sem við getum byggt á fyrir komandi á. Þannig að það er mjög mikilvægt að sjá núna í þýljósu. Sammála, bara þetta við erum að byrja að búi til þekkingu. Já, nákvæmlega. Heyrði, ég ætla að fá að þá var að loka þessum kafla. Koma mér svona. Koma það svona. Heyrðu, takk fyrir mig. Já, takk hérlega fyrir. Nú, ein praktísk spurning, eigum við nokkuð svona bendil? Skal hann að mála? Eða ekki? Það gæti verið sniðugt ef að, ég nú veit ekki hvernig það skilar sér í streymi en ég vona að spurningarnar náist inn. Eða þarf ég að endurtaka þær? Ok, flottir. Sko? Heyrðu, þá er komið að honum Jóhanni Viðari Ívarsinni frá Ferðamálastofu. 0 og nix eða myndaleg búbót er yfirskriftin á þínu erindi, skilst mér. Gjör svo vel. Hérna ertu komið bendil, ef þú vilt nota hann. Ok, hvað íti ég á, veistu hvað? Þú ítir á okkur takka. Einhver takka? Já. Þetta virkar. Já, komið sæl. Okkur hjá Ferðamálastofu langaði til þess að nýta þessa ný framkomnu tölur útgjöld ferðamanna í landi í Reykjavík til þess að reyna að setja saman svona stóra mynd eða stóru myndina í tekjum af þessum búskap eða þessari þjónustu við skemmtiferðaskipin og vissulega mjög gróft og engar tölur upp á krónu eins og í könnunni og langt í frá en við teljum að við getum gefið ykkur svolítið svona heildarmyndina á tekjurnar af þessum viðskiptum í ár, miðað við árið í ár. Og ég ætla að reyna í þessum fyrirlestri að byggja á fyrst á þessa könnun
og áætla og segja ykkur frá því sem að okkur telst til að séu helstu tekjuþættirnir í þessum viðskiptum. Það hefur verið mikill fókus á hafnirnar, sem tekjur hafnanna af þjónustu við skemmtiferðaskip. En reyndin svo að það eru mun stærri tekjupóstar í samfélaginu heldur en það. Þó að vissulega þessar tekjur skiptir miklu máli fyrir hafnirnar og skal ekki gert lítið úr því að þá eru aðrir tekjupóstar svona í hagkerfinu mun stærri. Og við reynum þá að búa til svona eitthvað sem við getum kallað líklega lágmarks heildartekjur af þessari atvinnugrein hér á landi. Og við erum að taka saman svona gróft mat á tekjunum. Við erum ekki að koma með greiningu á arðseminni, hvorki svo hún lögð fram í ársreikningum fyrirtækja en ég virði sauka eins og hagfræðingarnir meta. Við erum bara að svona hjálpa mönnum að sjá kannski áætlað umfang með tekjunum. Og við förum ekki við í skattamálin. Það er nú reyna stór dagur hjá SAF og SA á morgun, þeir ætla að fara yfir skattspor ferðaþjónustunnar í fyrramálið. Og en það myndi þá koma til viðbótar. Það er verulegt umfanga af þessum viðskiptum að það er alveg klárlega nokkuð myndalegi skattar og gjöld sem eru greiddir til ríkisins. En það myndi kosta meiri vinnu og yfirlegu og líklega fjármagn ef við ætlum að finna út úr því. Þetta ég tók mér það besta leyfi svona að auglýsa þennan fund fyrir kollega okkar á morgun. Þetta líka mjög stór fundur og má segja merkilegur. Þannig í fyrsta skipti verið að áætla skattspor eða ferðaþjónustun í heild sinni og þykja ná tímamót í okkar huga. Svo við vildum benda ykkur á fundin eða þið vildið kynna ykkur hann. Nú, farþegir á skemmtiferðaskipum, þeir eyða peningum í margt. Spurningi hvort þeir eyða miklu, en þeir eyða í ansi margt. Þeir eyða í afþreyingu, veitingar, verslun. Þetta er nú það sem við flest erum með í huga þegar við hugsum skemmtiferðaskipafarþega. Þessi 3 póstar. En svona einhver hluti af þeim fer líka í menninguna og söfnin og hörpu og allt þetta. Og einhver leyti þá eru þeir að nýta sér samgöngur, hvað sem það er nú í rútum, eins og er nú almennt. Eða það sem er að koma upp í seinni tíð að með fjölgun skiptifarþega þá eru þeir notendur af bílaleigubílum líka. Þeir sem að dvelja hér í þessar 2,15 nætur að meðaltali. Og svo er þetta af sömu ástæðu að það eru komin skiptifarþegar í stórum stíl að þeir eru orðnir nokkuð stóri notendur af gistingu og flugferðum. Og það er nýtt í þessu. En það eru farþegarnir, en hverjir aðrir eru svona helsti sem hafa tekjur af þessari grein hér innanlands. Það eru hafnirnar sem að skipin komi í, eins og ég nefndi, og hafnirnar hafa verið einna mest í umræðinni og þessar tekjur skipta mjög miklu máli fyrir margar hafnir, sérstaklega út á landi. Það eru, eins og menn hafa rætt alltaf 50% af heildartekjum hafnanna. Sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægt upp á innviðauppbyggingu og viðhald á þessum stóru fjárfestingum. En síðan eru ferðaskrifstofur líka sem að sérhafa sig í þjónustu við skemmtiferðaskipin og verður þá að sjá afþreyingu, skipulega afþreyingu fyrir farþegana borð í skipunum. Og svo hafa nú alveg gleymst í umræðinu svona í fjölmiðlum eins og má segja að olíufélögin eru með miklar tekjur af skemmtiferðaskipunum. Þetta eru miklir olíuhákar þessi skip og það er nú kannski eitthvað sem að kollegi okkar Þorsteinn mun koma inn á eftir, hann talar mengun af skemmtiferðaskipum og það er ekkert smá magn sem að þau eyða og meðan þau eru að hringsóla hérna á landi þá náttúrulega kaupa þau af innlendum olíufélögum og síðan er það umboðsfyrirtæki útgerðanna hér á landi, það eru aðalega 2 fyrirtæki í Íslands sem að eru hlut af samskipum og eimskipum sem að þjónusta þau sem umboðsaðilar, þeir svona reddingamenn fyrir þau og síðan verðum við náttúrulega að bæta hérna inn í svona líka fyrir framtíðina að með landtengingum, svo fyrst það er komin í Reykjavík og fleiri eru á planinu, að þá verða sem sagt íslensk orkufyrirtæki sem að framleiða raforku verða líka með tekjur vonandi og væntanlega af skipunum.
Þannig að margir póstar, en spurningin sko, þetta 0 og nix sem hefur nú stundum verið í umræðinni að væri af þessum viðskiptum eða þetta þokkalega myndalegt? Það verður kannski hver og einn að meta hvað myndalegt, en ég ætla að reyna að setja saman svona einhverja grófa heildarmynd. Og hérna sjáum við þessa merkilegu þróun í skiptifarþegum. Þetta eru tölur fyrir Reykjavíkurhöfn. Ég tek hérna 2019, sleppti síðan COVID-árunum, þau voru alltaf bara rugl og svo koma hérna síðust árin. Og þá sjáum við þetta fyrir 9% allra farþega með skemmtiferðaskipum á Reykjavíkurhöfnum við Faxaflóahöfnum árið 2019 upp í tæp 50% í ár og fer yfir 50% með áætlun, en þetta svona í kringum 50% í ár og næsta ári. Þannig að það gríðarlegu munur. Og þessi þróun á örfáum árum grunnurinn að því að það að verða miklu meiri verðmæti út úr þessum business heldur en var áður. Það engin spurning. Og að því að fyrir þennan bransa Hafnarfjörður sama og Reykjavík, það að segja að skiptifarþegarnir koma borð eða fara frá borði langmest í Reykjavíkurhöfnunum, en einhverju smá leyti líka í Hafnarfirði, þannig að ég með tölur fyrir Hafnarfjörð inni líka þarna. Og þá sjáum við að þetta eru tölurnar sem að heildin fyrir skiptifarþega á þessu ári. Og ef við tökum forsendur, niðurstöðu tölurnar úr könnun RMF í sumar í Reykjavíkurhöfnum og leggjum þessi meðalútgjöld til grundvallar á hvern skipafarþega, en síðan þurfum við að áætla fyrir landið í heild eða hagkerfið í heild, og það þannig að einhvern tíma sáum við að svona meðalfjöldi hafna sem að skipin koma í sínum túr til Íslands eru 4 hafnir, og þá var spurning hvað var að gera við hinar 3 hafnirnar, hvað maður með niðurstöðu fyrir Reykjavík fyrir sumar í sumar, en hvað ég var að gera ráð fyrir að menn eyði í hinum höfnunum, sem út á landi. Og þið getið alveg gagnrýndað eins og þið viljið sundur og saman og það alltaf lagi með það, en ég halveraði útgjöldin, ég gerði ráð fyrir að það væri bara helmingurinn sem að menn eittu í landsbyggðarhöfnunum, og ég var einfaldlega að gera ráð fyrir því það væri minna í boði af alls konar aðferðingu og kannski ódýrar aðferðing líka. Fyrir utan það að ég vildi vera varfærin, ég vil ekki fara að henda fram einhverjum risatölum að ósegju. Og það eru þá 3 hafnir í hverjum túr fyrir utan Reykjavík, og svo svo lækkaði ég tölunar í útgjaldakönnunum sem nam vaskinum, af því ég gerir ráð fyrir að þegar túristar að svara sínu útgjöldum þá auðvitað þeir bara með tölunar sem þeir borguðu, þeir eru ekki að aðgreina vaskin. Og þá fáum við út það sem þannig í töflunni að í Reykjavík eru að fást á tekjur án vasks upp á 13,5 milljarð í sumar miðað við þennan hóp, og á landsbyggðinni eru að fást 6 milljarðar. Þetta eyðsla farþeganna sjálfra. Þannig að við erum með þannig að tæpa 20 milljarða á árinu í tekjur af þessum viðskiptum. Og þið sjáum að stærstu liðirnir eru. Það sem náttúrulega áhugavert að gisting hjá skipafarþegum þannig 3,4 milljarðar, sem náttúrulega mikil nýlunda. En síðan það afþrenningin sem stærst og vel stærst, eins og við bara búast, en þar og eftir koma veitingar. Ok, þetta þá eyðsla farþeganna. Nú síðan eru þá flugfélög með tekjur af því að fljúga skiptifarþegunum, og mér skilst á ferðaskrifstofunum sem eru stórar í þessum viðskiptum að það séu mjög mikið íslensk flugfélög sem að njóta þessara viðskipta, sem líka eðlilegt, vegna þess að þau eru bara hreinlega með svo stóra markaðshlutdeild, sérstaklega eða þar að segja Æsland með svo mikla markaðshlutdeild í Keflavík. Og þessir skiptifarþegar eru tæplega 900 flugvélar, fullar flugvélar með 170 manna vélar. Svo þetta ekkert smá, engin smá business.
Og þeir hjá Faxaflóahöfn eru áætlað að fjöldi flugfarþega sé nær því að vera 180.000, en sko fjöldi skiptifarþega er rúmlega 150 og það vegna þess að ákveðin hópur að þeim kemur bæði fljúgandi inn og flýgur aftur út. En ég svo sem tek ekki til þess, ég ætla bara að nota töluna sem liggur fyrir, sem er þarna 152.000 tæpir skiptifarþegar. Og ég gerir síðan ráð fyrir því að íslensk flugfélög sem lesist þá þetta Icelandair að stóru leyti séu með helminginn af þessum farþegum. Og verðforsendan per flug, per legg er semst 50.000 krónur og þá fáum við út að íslensk flugfélög séu með tæpa 4 milljarða í tekjur af þessum blessuðu farþegum. En það eru fleiri sem koma til, hafnirnar. Við erum búin að tala við allar stærstu hafnir landsins sem eru með yfir 90% af þessum business í fjölda farþega og tekjur þeirra ásamt þessum 8% sem eru eftir eru rúmlega 3 milljarðar. Þetta er mjög örugg tala því að við erum búin að tala við á og fá þetta staðfest eftir sumarið. En síðan er það olíufélögin og þar er okkar áætlun 15 milljarðar. Þetta er mjög stór póstur. Og hún er ekki eins örugg, það verður að segja þessu er. Það er mikil leyndarhyggja í olíubransanum eins og kannski flestum greinum. En áætlunin sem kom út úr samtölum við þá, hvernig sínu lagi og svo gæti maður púsla því saman, var að heildartekjurnar af viðskiptum við skemmtiferðaskip væri líklega á bilinu 15 til 20 milljarðar. Og ég tek lægra endagildið á því. Nú, ferðaskrifstofur og umboðsfyrirtækin, þau eru með cirka 11 milljarða í tekjur á þessu ári og nota bene, þetta er semst allt eigin tekjur fyrirtækjana, ekki gegnumstreymistekjur, þá varum að tvítelja allt sem er í núveru farþegarnir sjálfur hefðu keypt gegnum skipafélagið eða það var innifalið í ferðinni, skiljiði. En við viljum það ekki, þetta er bara eigin tekjur skrifstofana. Og ef við kíkjum á þetta allt í einu lagi eða saman, leggjum þetta saman og eins og ég segi mjög gróft en þetta gefur alveg ágæta heildarmynd að þá sjáum við að við erum að meta það svo að tekjur af viðskiptum við skemmtiferðaskip á Íslandi árið 2023 innanlands í íslenska hagkerfinu séu ríflega 50 milljarðar. Og það verður síðan hver og einn að gera þau fyrir sig hvort hann finnst það mikið eða lítið. En það er í öllu að miklu meira heldur en við bjugustu við áður en við byrjum á þessari vinnu. Ég get sagt það. Mun meira. Og síðan myndi þá koma allt sem heitir skattar og opinber gjöld og ofan á þetta. Á móti getur verið hugsanlega einhver tvítalning innan hópana. En ég held að þetta gefi ágæta mynd. Og svo má ekki gleyma því að við reddum bara við stærstu aðilana í hverjum hópi þjónustaðala, en svo eru þetta minni aðilar út allt land sem vera að þjónusta þessi skip og þeir koma ekkert inn í þessar tölur. Og við vitum ekki hvaða heildarfjárhæð það er. Þá hef ég lokið máli mínu, sem maður segir. Takk fyrir þetta, Jóhann. Þú ert nú þekktur fyrir að fara vel út fyrir tímamörk, skilst mér. Já. Já, en þetta var í góðum málum. Spurningar, Gunnar Rapp, þú varst mér réttu bend. Bara takk fyrir komið þessu tölur, þetta er fyrst sem að sé þessa greiningu og maður er búinn að þurfa að svara því lengi gegnum árunum hvort það sé eitthvað koma út úr þessu og við erum nú með fyrirtæki sem er á sömu kennitölu og að stofna sérstaklega í tilgangi þess að þjóna skemmtiferðaskipum fyrir 45 árum síðan. Þannig að það er allan að gefa okkur eitthvað. En það sem ég myndi kannski vilja bara nefna er það að stærsti hagsmunaaðilinn, ríkið, hluti af þeirra tekjum eru náttúrulega að koma inn í gegnum virðisaukaskatt og það er ekki eðlilegt að þær tekjur séu reiknaðar með vegna þess að má ekki bæta þarna við ykkur 24% ofan þessi tekjur til þess að raunverulega fá heildarmyndina að virðisaukaskatturinn er með kostnaðar sem þessir aðilar er að greiða og þeir fá hann ekki endurgreiðan. Jú, þetta er ágætis punktur. Þú segir mætti ekki reikna virðisaukaskattinn ofan á og það er alveg rétt við gætum gert það. Góður hlut af því yrði sjást á 11% virðisaukaskatti frekar en 24%.
En við gætum gert það og menn geta líka gert það sýttalæfingar, það getur bætt, segjum bara 11% ofan á þessu upphæð. Það sem ég kannski bara að segja það er hluti af sko ávinningum eða tekjum? Já, það er hluti af ávinningum. Ég er alveg sammálaður í því. Það er ekkert minni ávinningur og kannski mesti ávinningurinn af því það er jú samneyslan, það er samfélagið sem fær það. Þannig að við viljum ekki horfa fram í því, ég er alveg sammálaður. Eitthvað annað? Inga Sýn, þú varst mér rétt upp hönd. Já, og segir líka hérna, ég var höfuðborgarsvæðisins, ég var reyna að leta hverju sem er raskir, en hinn spurningin mín var eiginlega hvað með aðfengi? Er ekki eins og Egeran og fleiri, þeir ekki að kaupa alls konar vörur frá fyrir, ef þeir ekki að kaupa alls konar af þeim? Jú, þetta hefur svona eiginlega svona margfaldarann í þessu, afleitt áhrif. Já, ég kemur í það, það var bara meina hveiti og kjöt og svona. Já. Eitthvað því sem við viljum að? Jú, rétt góð punktur. Í fyrsta lagi þá eru þetta, þess að ég er að taka saman, eru bara beinar tekjur. Þetta eru tekjur beint frá útgerðunum til ýmissa aðila og ég er ekki að meta... Það lítur að beina tekjur, Já, og ég er ekki að meta, sko, maður segja, afleitar tekjur eða tekjur sem verða til í kringum þessar beinu, stóru tekjur sem ég er að fara yfir. Og eða áttu ekki við það, sem er að þekki spurningin. Ég myndi að halda það bara beinar tekjur. Alveg svo kaupa olíu að þá kaupa kosti. Fyrir ekki, fer það ekki gegnum þjónustu fyrirtæki hjá Samskip og Eimskip, það er að segja grámu og... Fyrir gegnum það? Já, ekki olíu. Ekki olíu? Þannig að það er inni. Það er inni fyrir tölur. Já, einmitt, já. Annars, sko, það sem maður heyrir kostin og aðalega kannski kostin, að þeir eru í auknu mæli fann að flytja þetta inn í gámum. Þannig að, sko, í raun og veru er það þá ekki innlend viðskipti. Það er bara því marki sem það eru íslensk fyrirtæki sem það er að selja, sem það myndir skipta máli í þessu. En það er rétt eins og þú segir að þetta er líklega inn í tölunum frá umboðsfyrirtækjum. En þetta er bara útskýrað fyrir þeim sem er ekki í dagstælega? Já. Því að þessi svolítið vannar til umræða? Sá partur, já. Það hefur að vísu og það kannski, maður getur sagt að það sé neikvætt, en það hefur að mér sagt dregið talsveit mikið úr kaupum þeirra á kosti á Íslandi. Þeir gera meira að þeir náður að flytja þetta bara inn og þá er það ekki einu sinni, sko, já, það er ekki hluta af íslensku viðskiptum lengur. En fínn punktur, takk. Gunnar Tryggvason, erstu búinn sem hann? Já, nei, þú ætlaðir að segja hvað? Þetta var eiginlega bara sama spurningu Inga var með, þannig að svarið kom en einstund athugasemd að þegar við erum alltaf að stela að Hafnfirðingum, sko, hver voru undan með landtengingar, þeir voru fyrstir, bara það sé sagt. Það sé sagt. Og það vantaði í innganginn hjá þeir bara, við vorum svo að gjörum að landtengja fyrsta skemmtiferðaskipi í gömlu höfninni í sumar, gerði mikið úr því ívent að það skrifa órætaði allt sem Hafnfirðingar hefði gert. Þú með samviskupið yfir. En þeir voru fyrstir og þeir komið með landtengingu. Já, Hafnfirðingar voru fyrstir með landtengingu. Skemmtiferðaskipa. Já. Það er einn spurningin aftur úr sal, ég er ekki með nafnið fyrir ekki. Já, ég heiti Davíð Harðarsson, ég er að starfa hjá Aðarkonið. Ég var að kella fyrir frábæra greiningu. Mér vitandi höfum við ekki fengið þetta svona nákvæmt áður. Við sé þetta í Morgunblaðinu jafnvel, svona eitthvað sem við höfum að tóna aðeins við þessar tölur. En hvort það er gott að vera búin að fá þetta fram og takk ferðamálastofu til að standa fyrir þessu. Það sem mér fannst áhugavert við þessu tölur og þessa nálgun sem þú hafðir, ég held að það sé alveg ótrúlega mikilvægt að hafa það í huga að þegar við erum að lesa þessu tölur og þú myndist svo vel á það í upphafi, þú gafst allar forsendurnar, þær eru mjög varfærar. Já. Það var eins og ég horfið á, ég er búinn að vera að liggja svona örlítið yfir þessu sjálfur og ég finnst það mjög áhugavert að fara hvernig þú leggur það fram. Við erum að tala um einhverja 50 milljarða, við erum að velta í dröfuglutum og bæta með þessu góðan á. Þetta er bara eins og ég skilða og það kemur vonandi þá bara í ljós setna líka þegar við erum að greina þetta meira. Þetta er varfæri nálgun á þessar tölur sem þú notar þér til sem forsendur inn í þessum óbreytum. Bara flugið sem dæmi, sem þú metur það sem 50% kúnnunum komið í gegnum innlendu flugið. Mér finnst það mjög varfæri. Sérstaklega í ljósið þess að innlendu félögum eru með 70-75% af öllum framflóðum til landsins. 80.000. Eða 80. Þannig að bara, mér finnst að við erum að hafa það í huga að því að við erum alltaf að dreifa hérna ákveðnum upplýsingum út á við. Það vantar líka fullt af innlendum, smærri aðlum sem að
kannski eiginlega erfitt að koma sínu áleiðis. Það langar maður skjóta einu að því það er verið að nálgast þarna svolítið tölurnar út frá hugsanlega einhverjum opinberum stöðum. Einhver möguleiki og hefur Ferðamálastofu tekist í rauninni að draga til sín þessar tölur að reyna það frá fyrirtækjum sjálf með í þessum viðskiptum. Menn viljum að gera þessar tölur hérna bara á sig. Þá það rauntöl, ekki einhverja hypothesis alltaf bara fá rauntölunar frá fyrirtækjum sjálf. Það sem náttúrulega vandamáli verið þennan skemmtiferðasiglingabransar í heild sinni. Það hefði búið að vera black box í rosalega langan tíma og nákvæmlega það er komið fram að menn telja þessi 0 leiks. Ég held að þessi augljósmál, þetta er ekki 0 leiks. Þetta er risastórt og þetta er farið að slaga hátt í ekki segja góða loðnuverkið rúmlega það. Þannig að það hefur bara veikt krónuna þegar það vonað finnst ekki. Þannig að menn geta farið að velta yfir sig ef þetta yrði nú frá okkur eða nokkuð stór. Þannig að bara kæra þakki. Þetta er rosalega gaman að sjá þetta og flott að sjá þetta. En ég held að það verði áhugavert að geta tekið þetta enn lengra hreinlega. Því að ég held að allir hagsmunaaðilar hljóta tilbúin til að deila þeim tölum sem það. Jóhann er mjög akademískur í hugsun sig greinandi og vill að frekar svona undirmæna heldur en að skjóta yfir markið, þannig að honum til varna þá tekið ég sérstaklega fram. Nei, það þarf ekki að verja það. Ég ætla við bara, ég fagna því að þú metur þetta sem varfærnarfórstur vegna þess að það er akkurat það sem að var svona útgangspunktur hjá mér. Ég vildi hafa þar varfærnar og ég held að séu það og það er gott að þú upplifir að sé þannig. Maður vill ekki vera að blása út af einhverju blöðru sem er ekki innistæða fyrir. En við erum átti bara að byrja. Já, við erum svona að byrja að snerta svolítið þessa tegund starfseminar, atvinnugreinarinnar skulum við segja, með svona markvissum hætti, en svona bara örstutt fyrir hlið, því nú erum við á slaginu. Björnur. Örstutt áður samt, þegar við erum að tala varfærna nálgun, má ég sjá með verðið á fluginu. 50.000 kall. 50.000 legg eða? Á legg. Já, er það ekki dálítið hátt? Yfir hásumari? Nei, ég veit það ekki. Það er lágt. Við erum að tala júli, við erum að tala mest júni, júli, ágúst og eitthvað í september. Og stór hluti er frá Bandaríkjum. En eins og slagast upp í 2 loðnuvertíðir held ég. Já. Það eru 30 milljarðar eða eitthvað leið. 2 loðnuvertíðir, já. En líka varðandi rauntölur, að það er eins og þú segir, Davíð, það er skiptimál að vinna með rauntölur og ekki einhverja svona hypothetískar. Samlögðu tölurnar fyrir ferðaskrifstofunar og umboðsaðalana, olíufélögin, þetta er allt niðurstöður á samtölum við fyrirtækin beint. Þetta eru rauntölunar þeirra, það eru bara lagðar saman að því enginn vill opinbera sig einn og sér og það er ekki þörf á því, skilur. En ég hafði samband við það allar. Það er stóraðarinn voru til í að láta þetta frá sig og já, þeir það er kannski smærraðarinn sem að vantar. Ég hafði náttúrulega bara ekki tíma til að tala um marga smá aðala, sko. En ég talaði við á stærstu og hver og einn var almennt til í að gefa sína tölur gegn því að ég stæði undir trúna að ég myndi birta heildartölur. Heyrið, að svo mæltu, það eru 2 mjög fróðleg erindum eftir kaffipásu. Já, við skulum taka fyrir það. Hún Eirún Jenny ætlar að fjalla um upplifun og viðhorf heimamanna til skemmtiferðaskipa, hún eftir kaffipásu og svo er það mengunin sem að hann Þorsteinn Aðalsteinsson ætlar að koma inn á í lokin. En við skulum hittast aftur eftir 10 mínútur, korter yfir 3. Takk.
brakandi fróðleik, getur maður kallað það. Hún Eyrún Jenny Bjarnadóttir frá RMF, Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Hún var að vinna könnun í sumar á upplifun og viðhorfum heimamanna til skemmtiferðaskipa á Akureyri, Ísafirði og í Reykjavík. Eyrún Jenny, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég ætla að segja ykkur frá þessari könnun sem að RMF gerði fyrir Ferðamálastofu viðhorf íbúa í Reykjavík, Akureyri og á Ísafirði til skemmtiferðaskipa og farþega þeirra. Hér það sem ég ætla að bara fara yfir í dag. Ég ætla bara svona rétt aðeins að minnast á það af hverju við erum að rannsaka viðhorf íbúa í þessu samhengi. Svo fer ég aðeins könnunina og niðurstöður og svo það bara lokaorð. Ok, og þá kemur af hverju erum við að rannsaka viðhorf íbúa til ferðamanna og ferðaþjónustu. Þessi könnun, hún hluti af stærra verkefni sem við erum að vinna viðhorf Íslendinga til ferðamanna og ferðaþjónustu. Og það verkefni skilgreint í rannsóknaráætlun Ferðamálastofu. Og þar erum við í stuttu máli að fylgjast með því hvað gerist þegar staður þar sem fólk býr og stundar sína reglu eða svona daglegu athafnir þá umbreytist í áfangastað ferðamanna, hvaða áhrif það hefur á líf íbúa og þau áhrif geta verið alls konar og þau geta líka haft áhrif á viðhorf fólks til atvinnugreinarinnar. Og við vitum líka að ferðamenn þeir eru ekkert að koma hérna bara út af náttúrunni. Og við sjáum það í könnunum meðal ferðamanna að heimamenn og íslensk menning eru hluti af aðdráttarafli landsins sem ferðamannastaðar og það má kannski segja á vissan hátt að þá séu heimamenn þáttakendur í ferðaþjónustunni eða hagsmunaaðilar, þó þeir hafa kannski ekki alveg beinan hag af ferðamönnum. Og í vissum skilningi þá eru þeir kannski hluti af vörunni sem verið að sækjast eftir eða selja. Þeir eru hluti af menginu allavega. Hvernig áfangastaður væri til dæmis Ísafjörður eða væri ekki fyrir fólkið sem að býr þar eða miðborg Reykjavíkur. En þegar mikill fjöldi fólks saman komin á tiltekinn stað að þá aukast líkurnar á því að íbúar finni fyrir því. Eins og ég segi hérna, þegar íbúar finna að lífshættir eða lífsgæði skerðast vegna ferðaþjónustu, þá geti það haft afleiðingar. Við höfum verið að fylgjast með þessu í spurningakönnunum á tilteknum þéttbýlistöðum og líka yfir allt landið og við höfum tekið viðtöl við íbúa víða land og hérna á kortinu til hliðar að þá hægt að sjá hvar við höfum verið síðustu árin og svo höfum við líka gert kannanir á landsvísu og hérna sjáum við ártölin fyrir kannanir sem við höfum gert á landsvísu. Og akkurat núna verið að safna gögnum á öllu landinu og ég hlakka mjög mikið til að sjá hvernig sú könnun kemur út. Það sem þetta svona fyrsta stóra könnunin sem við gerum eftir COVID-faraldurinn og það áhugavert að sjá hvort að eitthvað hafi þá breyst frá síðustu könnun. Þetta var svona aðeins samhengið. Markmið þessara könnunar hér að það var að fá innsýn í viðhorf íbúa við 3 stærstu móttökuhafnir skemmtiferðaskipa hér á landi og kanna hvort það væri einhver munur í viðhorfum milli hafnasamfélagana. Þetta hefur ekki verið gert með þessum hætti áður, þar sem fókus á tiltekin anga ferðamennskunar, þó að skipin hafa vissulega borið á góma á einstökum stöðum. Og þið geta ekki alveg ímyndað ykkur hvar það hefur verið. En þetta var símakönnun sem var gerð í lok október, hún var ekki gerð í sumar, hún var gerð í lok október og byrjun nóvember, eftir sumarið og það var Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri sem framkvæmdi könnunina fyrir okkur. Heildarúrtakið það var tæplega 2200 manns og svörin voru rétt rúmlega 1000 og það má sjá hérna í töflunni hérna til hliðar hvernig skiptingin var á milli staðana og hver bakgrunnur svarenda var. Það eftir kyni,
aldri, menntun, stöðu á vinnumarkaði og hvort að viðkomandi starfaði í ferðaþjónustu. Þetta var stutt könnun, þetta voru bara 8 spurningar sem við lögðum fyrir fólk. Við útbjöggum spurningarnar RMF í samvinnu við Ferðamálastofu og þær voru allar svona í formi fullyrðinga. Þar sem svarendur voru þá beðnir að taka afstöðu til, hvort þeir væru sammála eða ósammála því sem að væri haldið fram. Og svo keyrðum við marktannipróf á alla spurningarnar, könnum hvort það væri munur og svörum bæði milli staða og líka innan hvers staðar, hvort það væri munur á svörum mismunandi hópa innan hvers staðar. Ég ætla ekki að fara inn í þann part í dag. Ef einhver hefur áhuga að rýna þær tölur þá ætla ég bara að benda á að við skiljum samantekt til Ferðamálastofu varðandi þann hluta. Ok, kíkjum aðeins á þetta, hvernig þetta kom út þá á hverjum stað. Hér er fyrsta spurningin sem við settum fram. Ég tel hafnar yfirvöld í minni heimabyggð ráða vel við að taka á móti skemmtiferðaskipum. Og sjáum hérna að þetta er bara skali frá mjög ósammála og til mjög sammála. Og við sjáum bara að meiri hluti svarenda að bara sammála þessu á öllum stöðum. Bara nokkuð afgerandi. Hér var verið að spyrja hvort fólk væri á því að heimabyggðin réði almennt vel við að þjónusta farþegana. Það er að segja hvernig bærinn sjálfur er að taka á móti. Við erum ekki að spyrja samfélagin sem styrir utan, skiljið. Við erum bara að tala Reykjavík, Akureyri og Ísafjörð, ekkert út fyrir. Okay. Það er semst nokkur munur hérna á eins og við sjáum. Meiri hluti svarenda í Reykjavík og Akureyri eru svona frekar á því að heimabyggðin ráði almennt vel við þetta. Ísfirðingar voru svona síður á því og hér er marktækur munur á milli staðanna. Hér er spurt hvort að íbúar telji skipin vera efnahagslega mikilvæg fyrir mína heimabyggð og við sjáum að Ísfirðingar eru nú flestir á því og Akureyringar reynda líka. Reykvíkingar voru svona síður á þessu efnahagslega mikilvægi. En þrátt fyrir efnahagslegt mikilvægi og kannski líka umræðuna sem var hérna áðan fyrir hlé, þá spurðum við hérna líka, ég tel að farþegar skemmtiferðaskipa eyði almennt litlu í landi. Og þetta er bara ekkert alveg ljóst fyrir íbúum að farþegar séu almennt að eyða einhverju í landi. Og hér er ekkert marktækur munur á milli staða. Fólk er bara mjög sammála þessu. Farþegar eyða almennt litlu í landi. Við spurðum hvort fólk teldi að íbúar í heimabyggðinni yrðu fyrir ónæði vegna skipana og það var svolítið mismunandi eftir stöðum eins og við sjáum. Á Akureyri og í Reykjavík voru flestir svarendur ekki á því að aðrir yrðu fyrir ónæði en á Ísafirði þá voru skiptar skoðanir þetta atriði. Þeir sem voru sammála voru samt aðeins fleiri heldur en þeir sem voru ósammála. Ég reyni að forðast ákveðna staði í minni heimabyggð, takk. Þegar skemmtiferðaskip í höfn. Það er að segja hvort að fólk kannski svona breyti út af vananum ef að skipin í höfn. Og það sjáum við að meiri hluti svarenda í Reykjavík segist ekki gera það og raunar Akureyringar líka. En Ísfirðingar þeir skera sig aftur frá hér þar sem að hlutfall þeirra sem voru sammála þessu voru bara hæst. Ok, svo könnuðum við hvort íbúar hafi áhyggjur af mengun frá skipunum. Við erum ekki að spyrja hvort skipin mengi, við erum að spyrja hvort þau hafi áhyggjur af því. Og já, það virðist alls staðar vera. Og við sjáum reyndar að fólk er að taka nokkuð afgerandi afstöðu hérna. Ísfirðingar þeir eru að skera sig aftur svolítið frá hérna, þeir virðast svona síður hafa áhyggjur heldur en hinir. Og þetta er lokaspurningin. Ég vil fá fleiri skemmtiferðaskip í mína heimabyggð. Það kom sérst að því að fólk svona, já, var svona kannski svolítið afgerandi á móti því að fá fleiri skip. Já. Ok, það slæðir þögn á sali. Ok, samantektin, þá svona heilt yfir að þá töldu svarendur hafnaryfirvöld ráða svona almennt vel við móttökuskipana. En í Reykjavík og Akureyri þá voru svona íbúar frekar á því heldur en Ísfirðingar að heimabyggðin eða bærinn ráði vel við móttökuskipana.
Efnahagslegt mikilvægi skipanna fyrir heimabyggðina, það var augljóst. En það óvissa það hver eyðsla farþeganna í landi. Þetta ekki, íbúunum þetta ekki alveg ljóst. Og á Ísafirði þá var fólk frekar á því að íbúar verði fyrir ónæði vegna skipanna. Og þar var líka fólk svona líklegast til þess að forðast ákveðna staði í bænum þegar skipin í höfn. Mengunin klárlega áhyggjuefni og svo loks að meirihluti svarenda var mótfallin frekari fjölgun skemmtiferðaskipa. Já, þetta var svona það helsta sem var í þessari könnun. Takk, Eyrún. Áhugavert. Höfum við spurningar fyrir hana? Ég geti líka geymt að þókla eftir ef það kemur í goll eftir næsta erindi. Kannski kommentina? Já, gjör svo vel. Já, sæll. Ég bara því að spurningarnar sumar að það þarf orðar ákveðin máta og það rosalega gott að fá þetta inn í umræðina. Þessi dæmi þarf verið að orða vil ég sjá fjölgun skemmtiferðaskipa. Við vitum ekki hvort að fólk sé þá hreinlega ánægt með að það sé nokkuð með þessi fjöldi meiri gangi. Ég skilja það kom það fram í staði. Nei, þú mistir ekki að því. Það bara hárið. Svo líka annað sem ég svolítið mikilvægt að hafa í huga þegar maður kannar viðhorf fólks gagnvart einhverju. Fólk alltaf að spyrja hvað inn í þessu fyrir mig? Og það hefur ekkert komið fram og bara almennt í ferðaþjónustu. Fólk hefur ekkert skynbragð á því hvað ferðaþjónustan að gera á Íslandi. Hvaða skattekjur við erum að hafa á Íslandi af ferðaþjónustu. Og það náttúrulega líka að einfalda það á skemmtiferðahluta. Fólk gerir sér ekkert grein fyrir því. Ég að njóta þess. Ríkissjóður Íslands með mörg 100 milljarða betri afkomur en ef við varum ekki fyrir ferðaþjónustu. Ef við myndum bæta því inn í spurninguna, væri fólk ekki almennt töluvert jákvæðara að gagnvart spurningunni heldur en þetta. Þannig að þetta bara þeir punktur upp á framtíðina að gera. Ég held að fólk sé ótrúlega neikvætt í ljósi þess að það ekki hugmynd það hversu góð áhrif það hefur okkur Íslendinga. Við komum svona nokkur neginn í svona peni á ári vegna þess að við íslenska ferðaþjónustu. Takk fyrir spurninguna. Já, þetta mjög góð punktur bara út frá mínu bæjarnir sé að sem fyrirvændi akademíkar þetta hefur verið marg rannsaka þolmörk gagnvart ferðamennsku og viðhorf sveiflast mjög í takt við vitneskju hagrænt gildi greinarinnar. Það alveg klárt mál En ég held að við erum að taka vel mark á öllum neikvæðum kommentum. Má ég bæta við þetta? Já. Þá ætla ég bara að benda á það að áhrif eru ekki bara hagræn, þau eru líka samfélagsleg, þau eru náttúrulega líka umhverfisleg, ég ætla ekki að tala það, en samfélagsleg klárlega og það það sem ég einblíni á í því sem ég að gera og fólk víða land, ég hef tekið fjöldan allan af viðtölum, þetta ekki fyrsta könnun sem við gerum og við sjáum þetta bara klárlega að fólk veit alveg hvað að gerast. Hins vegar, varstu ekki þú sem varst að tala black box í sambandi við, já, mjög sterkt orð og bara kannski svolítið lýsandi fyrir það sem við erum svolítið að fara í dag, í þessu. Að fólk áttar sig kannski ekki alveg á því hvað erum að vera hérna í vandiskipin. Já. Já, það var spurning hérna. Sæl, Jónaðin framkvæmdastjóri hjá Vesturförðum og Ísafirði og hann mikið með skemmtiferðaskipin. Kannski bara ekki neinar heimildir þetta en þetta mín eigin reynsla en mér finnst oftast umræðan og fréttaflutningu sérstaklega á ríkisútvarpinu og öðrum miðlum vera alltaf neikvæð í garð skemmtiferðaskipa en það alltaf neikvæðir, endalaust og þetta náttúrulega fer út í samfélagið og hefur áhrif á skoðan. Ekki spurning. Já, þetta mjög góður punktur. Mér finnst það svolítið það alltaf endalaust neikvæðni í þessa grein og ég held að það hefur svolítið áhrif á Já, alveg klárlega og ekki spurning, ég alveg samanlegaður. Það skiptir máli hvernig við tölum hlutina. Alveg klárlega. Heiða? Afsakið hefur ekki tekið nógu vel eftir en við heimamannar hefur það verið kannað áður á öllum þessum stöðum eða bara á Akureyri? Já, ekki varðandi skipin.
Nei, það hefur ekki, þetta fyrsta skipti á öllum þessum stöðum. Já. Þá hefur við aðalega verið að skoða áhrif ferðamennsku almennt og þar hafa náttúrulega skipin komið að sjálfsögðu. Þannig sjáu einhverja þróun á Akureyri til dæmis, eitthvað sem marktækt á því hvernig viðhorfin til skipana hafa verið að þróast? Ég get ekki sagt það því að þetta ekki sem spurningarnar. Þetta dettur inn í könnun sem búin að vera í gangi í mörg ár, þessi bætt við í rauninni, Þannig að, rannsóknir sem er satt að fá fyrst gildi þegar það orðnar sambærilegar, þetta bera saman, en það við erum aðeins að halda í okkur með það. Já, við segðum að við minna saman. Okkur langar ótrúlega mikið að vita það, Af hverju þið tókuð sem skemmtiferðaskipin sérstaklega núna? Var það vegna leiðilegs fréttaflutning sem að það hvatti ykkur til þess, eða? Mér finnst þetta almennt koma býsna vel út nema varðandi þá mengun og eyðsluna og það er akkurat þeir hluti sem að menn hafa verið að tjá sig hvað mest að þessi skip séu ekki að skilja neitt eftir sér og menga fólkið og sama með mengun. Þannig að spurning hvort akkurat þessi fréttaflutningu sem að Jónvörðun hafi verið mikil áhrif á þessar tvo þætti. Annað kemur bara býsna vel út. En svo það náttúrulega að fólk býr á þessum stöðum. Við erum að spyrja á sömu stöðunum og skipinu komi í höfn. Þannig að fólk getur sér skipið eða farþegana eða hvort ekki. Þannig að, já. Fannst það nú reyndar að blasa við af hverju við erum að skoða þann anga ferðarþjónustunnar. Það er kannski ekki bara út af fréttaflutningi en ýmsu öðru líka. Þetta er stór bransi og ákvarðanir verða að byggjast á einhverju raunverulegu og einhverjum upplýsingum. Þannig að þetta er bara svona viðleitni í þá áttina, Ég vil þakka þú fyrir því að fá þessa tölur. Já, þetta er bara besta mál mitt. Þessi fyrir. Ég vil bæta við ástæður því að við erum að fund núna. Það er þess að stoppa í þessu göt sem við sjáum. Verðilega. Það er kannski hefur verið ofnýttir af því. Heyrðu. Takk fyrir. Tímaverður, segir stopp. Stopp. Herri, þá síðast en ekki síst, bleiki fíllinn í stofunni, mengun af skemmtiferðaskipum í íslenskri landhelgi, Þorsteinn Aðalsteinsson frá Hagstofu Ísland gjör svo vel. Takk fyrir. Til að byrja á því að þakka fyrir einkennið bleiki fíllinn. Ég hef oft verið kallaður bleikum með rautt hár en fyrir jól verið að kallaður fíll, þetta er ákveðið afrækju og takk fyrir það. Ég ætla að fá að tjá mig aðeins bæði, ég ætla að halda dylgjum og yfirlýsingum í lágmarki og halda mig í Hagstofujakkanum allavega framraf. Ég sé umhverfistölfræði hjá Hagstofunni og hef verið að fylgjast með hvernig þetta tekið fram. Það sem ég ætla að gera aðeins er að fyrst að byrja að tala aðeins mengun almennt frá skipum. Áður ég dempi mér í það sem að ég fæ borgað fyrir sem er umhverfisbókhald, taka saman umhverfisatriði. Síðan ætla ég aðeins að tengja þetta við hvernig skipin koma inn í hvernig þessi skemmtiferðaskip koma inn og síðan að tala aðeins hvaða aðri möguleikar eru í gangi varðandi að halda utan og skilja hvað er í gangi. Ég ætla að taka hérna eitt skip, Norwegian Dawn, sem er skráð í Nassau, byggt 2002, skráð hjá DNVF GL, sem þetta er norska Veritas. Þetta eru með 2300 farþega og hérna á súluritinu sjáum við fjölda stærða skipa og þetta skip er 97.000 rúmlestir. Þetta er svona í stærri kantanum en ekki stærsta og alls ekki eitthvað svona leiðingurskip. Þetta er 2000 manns pluss 1000 menn sem er að vinna við þetta. Þetta skip er með 4 aðalvegar, hver 19.000 hestöfl. Þegar hún kemur inn í höfn þá er hún með 8 ljósavélar hver sig nær 1500 kW og 1500 kW þetta er svona eins og miðstærð af togara. Þetta er stórt skip. Ég ætla að kalla þetta skip vísitöluskipið mitt. Því ég ætla ekki að fara yfir tölfræði á þessum skipum, ég ætla að tala hvað þetta skip er. Þegar þetta skip siglir frá Noregi til Íslands þá siglir það á 2 sólarhringum. Það er ekki smáferð, þetta eru 50 km hraði sem það er á, það er alveg nóg til þess að vera á sjóskíðum. Þetta er bara fínt. Það eyðir cirka 240 tonnum á dag. Það er 10 tonn á klukkutíma. Þannig að milli
það eru 2 daga til Íslands, við 2 daga tilbaka, síðan siglir milli hafna. Það ekki með allt í hvínandi botni, það siglir slóðstím, það eru cirka 4 dagar, það cirka 140 tonn á dag sem það gerir þegar það siglir milli hafna. Þegar það kemur í höfn, þá slökkt á stóru vélinni. Það stendur ekki á spólar í höfninni, við myndum aldrei ráða það. Það að eyða svona cirka 4 tonnum á dag í höfninni. Þetta svona viðmiðið sem við getum horft á. Þannig að hringferðin á skipinu svona cirka 1500 tonn af olíu á 2 vikum. Þetta skip með cirka 4000 tonna tank. Það ekki að taka olíu á Íslandi nauðsynlega, það tekur olíu í Danmörk, í Noregi, það þarf ekki að flytja olíuna til Íslands, það alveg nógu mikið að biðja sjálft. En ég ekki alveg viss að þetta skip muni nokkuð tíma að taka annað en bara svona smá luktar olíu hérna á Íslandi, en það þarf það ekki að gera það. Til að setja þetta svona aðeins svona mannlegri tölur á þetta, þegar siglir til landsins þá farum við 480 tonn með cirka 3000 manns. Það eru 160 kíló af olíu á leiðinni hingað. Til samanburðar við þetta, þá tekur meðal flugvél á Íslandi 8 tonn af olíu og flugvélin ekkert að fljúga með auka á olíu. Þetta það sem flugvélin notar í fluginu. Það að segja cirka 45 kíló af eldsneyti per legg á mann. Þannig að við sjáum það að þessi skip með töluvert meiri notkun en að vísu kemur alltaf í ljós að þessi skip að færa 2000 farþega yfir meðan að flugvélin með 170-200. Þannig að það þarf miklu fleiri flugvélar. Orkunotkun í höfn, það svona viðmiðið svona cirka 25 kWh á farþega. Þetta ekki farþega sem að búa í myrkri og kulda, það liðin tíð. Þetta eru lúxusfarþegar. Það verið að gera vel við sig. 25 kW á dag, cirka, það hit og lýsing, 3000 farþegar til 75 megawatt stundir. Þetta svona svipað, ekkert ósvipað því með raforkunotkun á Selfossi til samanburðar. Þessi hérna litla súla. Það cirka 5-15 kWh per heimili, 4000 heimili. Selfoss hefur stingið því í samband, það var cirka 60 megawatt. Þetta eins og að stinga einum Selfossi byggðarfélagi í samband þegar ef við ætlum að hlaða þetta skip. Þannig að það setur svona soldið á. Við myndum hins vegar ekki samþykja ef við segðum að allir á Suðurlandi nema Selfoss verða að vera raftengdir. Selfoss má vera með stóran olíuketil til að búa til. Við myndum aldrei samþykja það. En í sjálfu sér mengunin per dag 4-6 tonn, stór tala, en þetta ekkert ofboðslegt tala. Þetta ekki sama eins og þegar það eru á siglingu. Skipið siglir til Íslands á blúsandi fart að þið vil ekki vera með fólk hólkandi út í sjó í 5 daga, allir sjóveikir. Það eru 2 sólarhringar og síðan eru það að sigla inn í landi, síðan fara tilbaka. Þetta svona myndir sem ég ætla að draga upp að þessu. Þetta bara losun og olíunotkun. Skipið framleiðir svona cirka 3,5 kíló af sorpi á dag per farþega. Það svona svipað eins og gerist í landi, en skip hafa gríðarlega mikið af reglum sem segja hvernig þeir að fara með sorp. Þeir að flokka sorpi miklu betur en við erum að gera í landi. Það sorp úrvinnslustöðvar, það sorp brennslustöðvar, það allt mögulegt borðið skipið. Þannig sjálfur sér frágangur á sorpu borðið í farþegaskipi betri en það sem gerist á landi, myndi ég segja. Það sem ég veit líka að því að þú með stóra og aðalvelti getur hreinlega eimað klóakið eða þú vilt. Þannig að fyrir að fá 35 kg af klóaki skip hafa gríðarlega mikið af reglum, sérstaklega nýskip, hvernig meðhöndlun á vatni, úrgangsvatni og allavega í samanborðu við Selfoss eru skipið með miklu betri skólphreinsinstöðar heldur en Selfoss. Selfoss ekki með skólphreinsinstöð. Okay. Önnur mengunarefni, þetta náttúrulega sami eins og gerist með önnur skip, svona stærri skip. Það eru kjölfestuvatn og kjölfestuvatn ákveðin áhyggjuefni að þessi skip að taka mikið af vatni borð til að halda til að rauka ekki á mikið og síðan vatnið því skipt út svona reglulega. Það kemur fyrir að skiptum. Það eru reglugerðir í Marpol hvað á að gera við þetta, en það erfitt að fylgjast með þeim. Eitt mengunarefni, það 2 mengunarefni sem eru mjög einkennandi fyrir þessi stærri skip. Það eru brennisteinn sem kemur í gegnum svartolíu sérstaklega og sót. Og sóti kemur sérstaklega þegar verið að starta skipinu og ef það hefur nokkuð tíma að nota svartolíu, þá eru allir skorsteinar
húðaður af sóti og allt verður blátt í kringu þau fyrir starta sér. Það það sem það tekið mynd af því og sett í blöðinu. Þegar verið að starta skipunum, af því að þá eru kaldstart og þetta svona eins og risastór trabant. Hann ekkert að fara neitt til tvígengisvélar líka. Hann ekkert að fara neitt vel með eldsneyti til að byrja með. Það verður allt blátt og lyktandi í kringum hann. Það hins vegar reglugerðir sem koma frá IMO eða International Maritime Organization hvað aðgerðaráætlun hvernig þetta draga úr losun. Þetta alveg komið í, þetta alveg þekkt fyrirbæri og þekkt vandamál. Við erum ekkert að finna upp neitt nýtt hér. En það gott að vita að þessu. Nú ætlum ég þess að tala umhverfismál, hvernig þau eru talin fram. Þau geta tengt þetta allt saman. Flest okkar vilja hugsa umhverfismál sem einhvers svona engaframtak. Við tökum svona einstaklingstalningu, við spyrjum hvaða áhrif hef ég með minni hegðun. Ég kaupi vistvæna vöru, ef ég rafmagnsbíl, ef ég flokka sorpum, hvað geri ég? Þetta virkilega gagnlegt, við ættum öll að gera þetta, við ættum öll að fylgjast með hvað við erum að gera, eða getum við séð hvort við séum bæta okkur eða ekki. Engin bókhöld eru til almennt fyrir þjóðfélög eða fyrir stærri hópa út frá þessu, þetta mjög flókið. Það sem til hins vegar þessi landsbundna talning, við þekkjum hana sem umhverfisskýrsla Íslands til dæmis, þetta svo talning sem tekin gagnvart skuldbindingum hjá UN. Umhverfisstofnun sér þetta og tölurnar sem eru í þessu bókhaldi telja gagnvart skuldbindingum. Við erum líka með eitthvað sem heitir hagkerfistalning, þetta það sem ég fæ borgað fyrir, og þá erum við að taka hvað hagkerfið að nota, hvernig við erum að nýta vörurnar og framvegis. Þetta ekki skuldbundið, en það telur aðeins öðruvísi. Við höfum þetta svona 3 eiginleikar, við höfum möguleika, ég ætla að bera mig saman með Umhverfisstofnun. Það oft mikill ruglingur í kringum þetta. Landsbókhaldið stemmir ekki við hagkerfisbókhaldið. Ástæðan svo að Umhverfisstofnun, sem hérna græn, þeir eru að taka alla losun sem verður vegna reksturs á Íslandi, innan Íslands, allar ferðamenn sem eru á Íslandi, þeir telja í þetta bókhald, og það sem að gerast á landinu sjálfu, það þessi losun frá landi og skógrækt og þetta. Þetta allt sem að tekið inn. Hagkerfi Íslands snýst þá sem eru með íslenska kennitölu, hvar sem þeir eru í heiminum. Við notum nákvæmlega sömu aðferðafræði, þetta eru sömu tölur, alveg eins hugmynd. Nema það að ég fer út fyrir landsteinana, allt sem íslensk fyrirtæki gera þau telja. Þannig að þegar íslensk flugfélag flýgur til útlanda, þá það innan Íslands hagkerfisins. Þeir eru komnir út fyrir Ísland. Raun og veru leið og þau taka á loft, þá eru komnir út fyrir Íslands. Öll skip sem eru í millilandasiglingum eru fyrir utan Ísland. Ef þau eru íslensk, þá eru innan íslenska hagkerfisins. Þessi svona hliðarkross vonandi til þess að útskýra að við erum í raun og veru að gera sama hlutin, þau eru nákvæmlega sama hugmyndin, þau eru 2 mismunandi gluggar, þess vegna myndin aðeins öðruvísi, en við getum skilið hlutin aðeins öðruvísi. Til þess að gera hlutina samanburðarhæfa, þá getum við annaðhvort verið með notkunarbundið bókhald, það segja ef þú kaupir eldsneyti, þá átt þú notkunina. Þetta væri þinni vörslu, þetta þitt. Ef þú kaupir vöru og notar í framleiðslu, öll losun, þetta þín losun. Þegar við hendum rusli, losum okkur við rusl, sorpa tekur við því, sorpa á rusli, þeir ráða hvað að gera við það, þetta losunin þeirra. Þannig gengur notkunarbundið bókhaldkerfi og þetta raunni tryggir það að við getum gert upp og við tvíteljum ekki notkunina. Neyslubundið bókhaldkerfi sem miklu flottari hugmynd, þá þetta að kaupa eldsneyti og þú losa bara það sem þú notar. Ef þú ert leigubílstjóri, þá selur þú notkunina til þess sem að tekur leigubílinn. Þetta náttúrulega miklu meiri flækjustig. Það hægt að gera þetta, við höfum ekki tök á því rétt í dag. Það hægt að gera þetta, en bæði Hagstofan og Umhverfisstofnun eru með þetta notkunarbundna bókhaldskerfi sem að þýðir það að við verðum að taka mark á hver keypti olíuna og af hverju, hvaða landsvæði tilheyrir það. Hérna kemur losunin samkvæmt Umhverfisstofnun. Þetta í kílótonnum af CO2 og rauða línan sem hérna niður augljóslega liður 1A3D, ef við leitið að þessu. Rauða línan, flata línan, þetta það sem heitir domestic navigation. Þetta eru innanlandssiglingar.
Græna línan. Þetta augljóslega 1A4C, Agriculture, Forestry, Fishing. Þetta eru öll fiskiskip og Íslandsmiðin. Mjög skemmtilegt að losunin hefur verið að fara niður að því að skipin hafa verið að stækka, það er betri fiskveiðistjórnun þegar við ná árangri í þessu. Það er næstu farið niður 50%. Tæplega. Bláa línan er 1 Memo International Bunker. Þetta er eldsneyti sem selt til millilandasiglinga. Þetta telst ekki með inn í íslenska bókhaldinu að þetta er ekki á Íslandi. Þetta er út á hafi. Við sjáum að það er myndalegu toppur þarna náðu til 2020, rétt fyrir COVID, þá kemur þessi æðislegu toppur. Þetta eru raun og veru farskipin íslensku og skemmtiferðaskip sem að kaupa á Íslandi, en þau telja ekki með í okkar bókhaldi að þau eru ekki, Umhverfisstofnun hefur ekki völd á því að skoða hvert þeir eru að sigla. Þau gera ráð fyrir að þau séu að sigla milli landa, þess vegna eru að koma inn. Þannig að farskipin eru ekki í íslenska bókhaldinu. Það er álitamál hvort að skip, erlend farþega, skemmtiferðaskip, sem siglir milli hafna og fer síðan út og kemur aftur inn, hvort að það teljist domestic navigation. Strangt til tekið á það ekki að telja með nema það taki farþega í höfn og flytji farþega og skili þeim í annarri höfn. Þannig að hluti af þessu skiptifarþegar gætu talið inn, en okkur vantar gagna, að ég myndi gera ráð fyrir, ég gerir fastlega ráð fyrir að Umhverfisstofnun vanti gagnalindina sem segir hversu mikið þessu skip í raun og veru að eyða, því að þau eru ekki að eyða 240 tonnum á sólarhring. Okay. Hérna er losun samkvæmt loftslagsbókhaldi Íslands, þetta er hérna litli krossinn, þetta er minn. Hérna erum við aftur með fiskiðnaðurinn, hann er á niðurleið. Við sjáum erlend skip sem kaupa eldsneyti hérlendis, það er þessi svona skrýtna lína þarna undir. Og þarna sjáum við innlend skip í millilandasiglingum, það eru farskipin okkar. Ákvæmlega óbein lína en hún er þarna. Mismunurinn á fjólubláu línunni og grænu línunni er í rauninni innanlandssiglingarnar okkar. Pínlítið, það er þessi rauða lína sem er flög. Samkvæmt afhendingarseðlum sem ég hef fengið aðgang að hjá olíufélögunum, þá hafa erlend farskip ekki verið að kaupa mikið af olíu, allavega síðustu árin. Erlendu farskipin tilheyra ekki íslensku hagkerfi, að það er ekki rekin á íslenski kennitölu. Þau eru ekki að kaupa eldsneyti á íslenska kennitölu, þess vegna koma það ekki inn. Þetta er ákveðlega merkilegt, þau hafa engin áhrif á losunarbókhald hagkerfisins. Það sem gerist þá, þessi bleiki fíll, hann fellur milli Stafs og Bryggju. Af því að skipin teljast ekki vera í innanlandssiglingum, þá koma þau ekki inn í loftslagsbókhald Íslands. Af því þau eru ekki rekin á íslenski kennitölu, þá koma þau ekki inn í loftslagsbókhald hagkerfisins. Þau eru í rauninni svona hvergi. Svarta gati, svart hóla, reykfyllt hóla hérna. Á sama tíma, millilandaflug, það kemur ekki inn í loftslagsbókhald Íslands, það kemur inn í loftslagsbókhald hagkerfis Íslands ef það er á íslenski kennitölu. Flugleiðir, Play, Atlanta og aðri sem eru á íslenski kennitölu, þeir koma inn. Okay. Sama, svona, hvað ég segja, shortcoming. Sami galli kemur fram í öllum bókhöldum sem við erum í raun að vinna með samkvæmt löggjöfum. Það er að segja úrgangur, fráveita og orkubókhald. Það er svona aðeins inn í orkubókhaldinu. En þessi skip sem við erum að fá, þessi stóru skip, við erum ekki að sjá þau. Þannig að þau eða gott eða slæmt. Í raun og veru þau menga þrátt fyrir það að þessu ekki talin fram. Okkur vantar bara þessar hugmyndir. Ok, nú held ég, já. Nú ætla ég að skipta ég ætla að fara úr hagstofujakkanum og fara hérna í Gretu Thunberg buxurnar mínar og segja að við höfum alveg rétt á því að vita hvað er að gerast. Hérna eru tekið í nóvember skip sem eru hérna í einhvers staðar í kringum Ísland. Þetta lítur út eins og bara Kringlumýrarbrautin. Það er gríðarlega mikið af skipum. Þið sjáu að vísu ekki farþegaskipin, þau eru þarna einhvers staðar en þau eru bara það fá að þau sjást í rauninni ekki. Við getum tekið þessa myndir og fylgst með skipunum og reiknað út fyrir skipin hverju losunum með hversu stórt þú ferð, af því ég veit hvað þú ert og ég veit hvað vél þú ert með. Þetta er ekki einfalt, þetta er mjög ónákvæmt, en þetta hefur verið gert. OECD,
með kerfi þar sem þeir að skoða sérstaklega fylgjast með skipunum og fylgjast með hver á þau, hver að reka þau og hver losun miðað við hvar þau hafa siglt. Þetta mjög gagnrýnt kerfi að því, þetta alltaf tilraunastarfsemi, gagnrýnt að því að þeir með í raun og veru skiptir alveg ofboðslega miklu máli hversu hratt skipið siglir og hvaða veðrið það miðað við hvað það notar. Þegar þú eykur hraðan þá eykst neyslan alveg gríðarlega mikið. Ef að skipið í vondu veðri þá eykst eyðslan. Það mjög erfitt að fylgja þess eftir. Hérna það sem OECD gefur út. Hérna bláa línan eru öll skip sem þeir fylgjast með. Og litla lína þarna niður, þessi bleika lína, þetta eru skemmtiferðaskipin. Þannig ef við horfum að þetta, við höfum þessa tilfinningu að allt sé í reyk og drasli þegar skemmtiferðaskipin fara framhjá. Í raun og veru, þó þau séu stór, þau eru ekkert að sigla mjög lengi út á sjó, mengunum frá þeim í raun og veru ótrúlega lítil miðað við heildarskipaflota, en við vitum það líka að það alveg ofboðslega mikið að skipum í kringum okkur. Þannig að okkar tilfinning að þetta séu mengunar kláfar sem við bara að moka hérna mengunum, það kannski ekki rétt. Sorpmengun frá þessum skemmtiferðaskipum svo að segja engin. Sorpið sem ég hef verið að tína upp á strandlengjunni, það eru fiskinett, það eru flotholt. Þetta eitthvað sem kom frá okkur. Skólpið sem hjá þessum skipum, það alveg séð það. Það eru bara flúðir sem við þriggja þrepa skólphreinsun. Það að senda skólpið úr Reykjavík í gegnum einhverja rist og dæla út á sjó, það ekki skólphreinsun. Við erum ekki með skólphreinsun á Íslandi, þeir eru með skólphreinsun. Þannig að við erum að gagnrýna svolítið þessa, vissulega getum við ekki horft fram hjá þetta eru stórir bátar, þetta eru mikil skip. Þetta eru þungir, þetta eru stórar vélar, miklu stærri vélar en við vanir. En í samhengi við það sem við erum að gera, þurfum við kannski ekki að fara alveg á límingunum. Það alveg þess virði að byrja að fylgjast með því. Við höfum rétt á því að fylgjast með hvað þessi skip eru að gera til þess að geta haft vitræna umræðu þessi skip. Það eru til lagabókstafir hjá IMO og Eurostat með líka. Það eru þessi Sustainable Development Goals sem sérstaklega verið að benda á samfélagslega ábyrgð og svo framvegis. Alþingi getur tekið ákvörðun að benda sveitarstjórnum á að gera eitthvað. Og sveitarstjórnirnar geta til dæmis tekið það sem hérna EPI, þetta kerfi sem í gangi hjá farflóhöfnum. Og í EPI farið beint á veikasta stað hjá þessu skipafyrirtækjum. Skráningar aðilinn sækir upplýsingar og ef skipið skil ekki upplýsingum þá missa þeir skráningu og þetta bara stálhólkur. Þeir sækja upplýsingar hvaða eldsneyti verið að nota, hvaða búnaðir eru borð og svo framvegis. Þeir finna mikið pappírsvesen og það gefin einkunn og einkunnin svona Environmental Protection Port Index score sem gefur hvar stendur þetta skip. Og það mjög auðvelt fyrir höfnina, ég held að farflóðatum sé að gera þetta, að setja verðskrána að því að skipin verða að koma í land, þau verða að koma í höfn. Þú getur ekki bara setið út fyrir Vestmannaeyjar og horft á landið, þú ætlar inn í höfnina. Og ef höfnin segir, þú kemst ekki inn að þú náður ekki prófinu, þá geta það sent frá. Þetta byggir bara á því að Alþingi eða löggjafinn segi við viljum hafa þetta svona, við viljum fá upplýsingar af þessu tagi og búið. Þessi skip hafa ekkert val að skjóta því. Við myndum aldrei bjóða hérna einhvern gesti á skítugu skónum inn í stofu. Við myndum biðja hann vinsælast að fara á stofunni eða fara á skónum eða ekki koma inn. Við erum ekkert valdlaus gagnvart þessum skipum. En við höfum alveg rétt á því að biðja upplýsingar til þess að geta tekið ákvarðanir. Og með það ætla ég svona að loka hérna. Að taka saman. Við getum sett kröfur einstaklingsbókhald, það að segja þessi svona einstakar skip. Og í raun og veru að byrja að safna upplýsingum til þess að geta átt þessa umræðu hvað í raun og veru að gerast. Af því þá held ég að ef fólk skilur hlutin, kannski fer það ekki alveg, það líkur á því að verða ekki eins neikvætt. Með þetta ætla ég að þakka fyrir mig, held ég. Takk fyrir þetta Þorsteinn, gríðarlega fróðlegt.
Við höfum örfá mínútur fyrir spurningar. Gunnar, þú verið á aðeins? Takk fyrir þetta. Þetta var mjög fróðlegt og bara faglega unnið. Ég einn svona hugleiðin athugasemd varðandi fara skemmtiferðaskipin undir ETS áramótin. Þeir fasast inn á 3 árum og hefur lokið 2026. Þannig að þau þurfa að verða þessi út alla sinni loftslagskvóta sjálf og borga hann fullu verðið. Þegar samanburðurinn gerðar milli flugs, af því flugið á Íslandi fékk undanþágu en ekki skipaflutningar. Þegar samanburðurinn gerðar á milli losunar frá flugi, hver farþega og skipaflutningar svo, þá hann skipanum mjög óhag eins og komur þarna fram í fyrstu klæðinni. En það sem skiptir kannski einna mestu máli núna eftir ETS að öll viðbót í þessum geira núlluð út. Það er að segja að það verður aldrei viðbót. Af því að ETS-kerfi sem að mínum að þetta er frábært kerfi sem að hefur skilað miklum árangri í samdráttarlosunar í Evrópu kvótakerfi. Þannig að þegar ef þú ætlar að kaupa stend fyrir valinu sem umhverfissinni í Evrópu, hvort þeir komið skipi eða flugvél, þá betra komið skipi af því að veldur einhver mengun, það kvótakerfi, en hitt addísjónalt. Þetta ekki tildulega réttur? Ég ekki viss með þessi alveg samlega því. ETS-kerfi hefur þessi umhverfishvati sem að vera verðleggja losun. Og í sjálfu sér það gríðarlegu munur á hvað hægt að draga úr losun á skipum versus hvað hægt að gera í flugi. Við erum komin svo soldið nálægt því að geta ekki dregið mikið meira úr flugi, en skipin hafa nokkuð augljóslegan grundvöld sem þau getur dregið úr losun. ETS-kvótakerfi hefur í rauninni skilað árangri svolítið í flugi, en ekki eins miklu eins og þeir hafa vonast til að væri, ef ég hef lesið þetta rétt. Og það að setja skipin inn núna, veit ég ekki hvort það muni skila árangri fyrir eftir kannski svona 5 til 10 ár. Ef ég væri umhverfissinni, ef ég hefði tök á því að fara til Evrópu með skipi, þá myndi ég fara með skipi. Það er mjög miklu meira gaman á skipi. Það hins vegar hægt að segja það að flugið ekkert að losa neitt ofboðslega mikið miðað við þann tíma sem þú hefur. Við erum að segja að skipið sé 160 kíló á einstakling meðan flugið 45 kíló á einstakling. Þannig að í sjálfu sér flugið af því að þeir eru komin það nálægt vörðunni ekki að losa eins mikið eins og við höldum heldur. Skipin eru með gríðarlega losun út af þessu stóru flutningum. Var þetta spurning? Nei, ég bara gersamlega ósamlega þessu. Af því að ETS-kerfið kvótakerfið. Það búið að ákveða fyrirfram heildarmagn losunar í kerfinu. Það skiptir ekki máli hvort að ein vaxi, þá verður önnur að draga úr sama magni. Og heildarkvótinn dregst saman 2,5% ári. Þess vegna þessi mikli árangur af kerfinu. Ég fullyrði bara að þær greinar sem eru komnar inn í kerfið, þær eru hluti af lausninni í umhverfismálum, eða í hvað var það gróðurhúsalofttegundum. Hinar eru vandamál sem eru utan kerfinu. En þá myndum maður vilja sjá þar sem ETS-kerfið í gangi að það væri einhver samdráttur í mældri losun. Og það sem ég hef verið að gera er alltaf í rauninni reiknuð losunum frá notkun. Ég hef ekki tekið inn kvótakerfið inn, það engar losunarheimildir í því sem ég að gera upp. Skiptir það máli ef að heildin að draga saman 2,5% ári og allir það ekki deilt það held ég. Þá skiptir ekki máli hvort að eingrein sem við vaksa innan þessu samdráttar og önnur að tapa. Það bara flutningur saman, svo lengi sem að... Það var svona aðtöðan, þú hugsaði þetta bara? Við getum tekið þetta í kaffibólla. Ásta, varst ekki réttu penn? Gaman að fá bjóða ykkur í heimsókn hingað. Mér finnst líka bara svo mikilvægt að Ferðamálastofa taki þetta frumkvæði og haldi áfram að gera þessar rannsóknir í samstarfi við rannsóknarmiðstöð ferðamála því að við getum ekki tekið ákvarðanir nema það sem eru byggðar á alvöru gögnum og góðum umræðum og mér finnst það bara hafa litað þennan viðburð. Þannig að bara takk fyrir það. Takk sömuleiðis.
þú sagðir við rosalega fundastöru, ég ætla að slá botnin í þetta á slæginu en Gunnar ætlar að klúra því. Hvað segir þú? Takk fyrir að fá tækifæri til að spyrja þig, en bara líka takk fyrir erindi, vegna þess að svona þetta umhverfisbókhald, það hefur voðalega mikið verið að ræða umhverfisbókhald en það eins og allan ég er að tala út fyrir sjálfum mér, ég veit eiginlega hvað ég er að tala þegar að vera að ræða. Og þegar maður verður að spá í losunarkvóta og losunarheimildir og grænt bókhald, það ekki rétt að samkvæmt þessum creative accounting sem er í gangi þarna, að þá til dæmis Íslenska ríkið, okkar orkunotkun, samkvæmt bókhaldinu að hluta til kjarnorka, stór hluta kol og svo auðvitað vatnsaflsvirkjanir og annað. Veistu hvert hlutfallið þarna samkvæmt bókhaldinu? Ég veit ekki hvert hlutfallið nei. Og því að þá ertu farin að tala út í upprunavottor og svo frá þess. Og samkvæmt bókhaldsaðferðafræði sem við notum, bæði ég og Umhverfisstofnun, þá kemur upprunavottorið ekkert inn, ekki neitt. Þannig að losun frá jarðvarmavirkjunum er bara beint losun frá jarðvarmavirkjunum og hún er af stórum hluta mæld. Þannig að það er gert upp í bókhaldinu. Þegar umhverfisheimildin, þegar kvótin er reiknaður út, minni mig að þá sé tekið miðað við 2005, það ár var gert upp alveg upp á nýtt, til að finna hver var losunin og síðan er heimildin reiknuð út frá því. Þá er bara verið að taka losun óháð heimild. Það er ekkert reiknað inn í, það er ekkert verið að blanda saman umhverfis eða vistspori. Mér langaði til að fylgja þessu eftirreikna með annað því að sem kemur inn á erindri nokkur það var það og einmitt inn á fréttaflutning af þessari grein að fréttamaður á RÚV að hann sem sagt nýlega var að tala það að skemmtiferðaskipin þeim menguðu álíka mikið og 1,5 mánuður í rekstri álversins í Straumsvík og þetta var stilt upp sem mjög slæmur hlut af fréttamannum, en mér finnst þess að hann hafi alveg mistað fréttapunktinu sem að mínum að þess að álverið í Straumsvík, bara eitt álver, mengar þá 8 sinnum meira heldur en öll skemmtiferðaskip sem koma til landsins yfir sumarið og ef við setjum það í samhengi við gjaldsöfnum sem var að vera framtíðin á það, 50 milljarðar pluss, þá er það spurningi í mínum huga hvað skilar álverið sem mengar 8 sinnum meira mikið á sama tíma. Ég ætla að fá að setja á mig hagstofujakkann aftur. Ég hef náttúrulega einhverja skoðun á þessu og verið að setja klára í rauninni að samkvæmt uppgjöri á umhverfisreikningum, þessar loftslagsreikningunum sem í loftslagsreikningum hagkerfisins, þá er losun frá álverinu tekin í rauninni reiknuð út frá kolanótkun og skautanótkun. Og hún er mjög svipuð eins og allur flugrekstur á Íslandi. Það er ekkert mikill munur þar á að flugrekstur, öll ferðalögin okkar, það er svipað eins og öll álverin. Þetta kemur alltaf hluta til því að álverin eru með ca. 300.000 tonn af kolum í notkun. Það er að segja 1 tonn á okkur. Vissulega, það er alveg hárrétt þér. Punkturinn gæti hafa verið, álver versus öll skemmtiferðaskip. Þetta er alveg rétt. Ég er ekki viss að talan fyrir skemmtiferðaskipið sé rétt heldur. Af því að skemmtiferðaskipið, hvar losar það, hvaða mengun er í raunverulega hér. Ég hef bara tölur sem fréttamann að vera. Mér grunar það sé eitthvað miskilningu það í gangi líka. Án þess að vilja rengjan. Það væri ekki fyrsta sinn. En allavega, ég myndi raun og setja álverið aðeins herra. Ég ætla að fá að klára þetta hjá okkur í dag. Þetta er búið að vera frábært. Mér langar til þess að ef það er ekki fleiri spurningar. Takk, nei. Þakka ykkur sem tóku þátt í þessu með okkur, Faxaflóahafnir, RMF, ferðaklassin, öllum fyrirlesurum og ykkur sem komu og hlustuðu og bæði hér í hold og blóði og í streymi. En áfram þekking, áfram rannsóknir, við lærum og vitum meira. Takk fyrir okkur.